Já, komið þið sæl. Sunnudagur og sýnir Egils á Samstöðinni. Við fáum góða gesti til okkar í dag eins og venjulega. Hér á eftir koma þeir Ragnar Þór Ingólfsson sem alþingismaður og formaður fjárlaganefndar Alþingis og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður leigjendasamtakanna. Það er þessi húsnæðismál og þessi kreppa og hversu erfitt margt fólk með að kaupa sér íbúðir. En við ætlum að byrja á öðru, svona vettvangi dagsins sem við eins og kallum þetta. Það er Lára Súlíma Ómarsdóttir, Almannatengill, Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Miðflokksins. Verið öll velkomin. Flokksfólksins. Já, Miðflokksins, Guðmundur, forðaðið mér frá því. Leiðrétta það strax. Þú varst fljót að leiðrétta þetta. Já. Já, fyrir ég. En svona er þetta, þegar maður ætlar að gera það blaðalaust. Það er allt ekki betur en þetta. En byrjum satt á þessu hérna með vextina. Þetta háir vextir og það virðist ekkert ætla að vera neitt lát á þessu. Nei. Þetta býtur í hjá mörgum. Já, ég allavega, hérna er búin að vera að bíða svolítið eftir, ég myndi lækka. Ég er viðurkenni það alveg. Já. Og ég veit ekkert almennilega hvað það er sem að veldur, er ekki verið að tala um að það sé verið að velta öll út í verðlagið og vöruverð er alltaf hærra og maður finnur það nú alveg í búðinni bara. Ég allavega finn fyrir þessu, með fjölskyldu manneskja og svona, og þetta er dýrt. Það er dýrt að vera með vextina á húsnæðislánum allavega. Það finnst mér. Verðbólgan er svolítið viðloðandi og það gengur illa hvaðina niður og verðbólga á Íslandi er hærri heldur en í nágrannalöndunum og það er svo kannski ekki nýtt, gjarnan verið þannig. En þetta er auðvitað alveg skelfilegt, sérstaklega fyrir þá sem eru að kaupa húsnæði fyrsta sinn. Það er alveg greinilegt að það er algjörlega stopp. Það kemur svo niður á öllum húsnæðismarkaðnum og ég bý nú í tiltölulega nýju húsi og það gengur greinilega mjög illa að selja íbúðir. Þannig að ég held að þetta sé svona, það verður að finna alls konar ástæðu fyrir því eins og að það sé ekki bílastæði, það er bílastæði því húsi sem ég bý, það er ekki í vandinn og íbúðunar eru svona meðan við verðið að markaðnum ekkert sérstaklega dýrar. Það er bara fólk getur ekki keypt. Það er bara þannig og þá selst ekki neitt. Það er stíflað. Já, þetta er tek undir þetta og þetta sannarlega býtur í og ég veit að fólk á markvörtum verulegum sárt að binda og ungt fólk að reyna að kaupa sinna fyrstu íbúð, þetta er virkilega erfitt en varðandi að þeir voru síðan núna ákveða að hafa það óbreytta, held ég að hafi samt svona svolítið legið fyrir, það voru fjölmargir sérfræðingar búin að ræða þessi mál þannig að það kom ekki á óvart. Nei. En það er samt hagur okkar allra held ég að passa upp á að verðbólgan missist ekki upp á við og við þurfum að vinna að þessu og það eru auðvitað ákveðnar aðgerðir sem þarf að gera til þess, það eru auðvitað aðhald og gæta þenslunni en það eru auðvitað margir sem samfélagi sem er ekkert að hugsa það, sem eiga mikið af peningum og eru í botnlausri þenslu. En ég vil nú bara treysta svolítið sérfræðingum í þessum málum og ég heyrði það að fjármálaráðherra sagði og ég hef heyrt áður, þau styðja stefnu Seðlabankans í þessu en þetta er sannarlega hið versta mál og það er bara spurning hvernig við getum komið á móts við þá sem að koma verst út úr þessu með aðgerðum og svona einhverjum mildunar aðferðum. Já, þegar við lesum núna í tekjublöðunum að sumir eru með ævintýralega há laun og þeir eru neytendur líka innan lands og þeir eru að verja þessum peningu sinum í eitthvað sem getur verið verðbólgu hvetjandi, aukandi, er það ekki smárið? Það er ekki ákveð með því. Þeir sem eru með mest eða mestu, það er þannig. Já, ég er að segja það. Þeir eru færri en það er meiri fjöldi þar. Og þá muna, þeir þurfa ekki að býti í það súr epli sem að... Mér finnst verið æ fleiri sem að efast það að Seðlabanki sé ná niður verðbólgu. Þetta mun verðbólgan koma niður og þá mun Ásgeir halda því fram að hann hefði náð henni niður. En það er bara verðbólgan kemur upp og verðbólgan niður, það krónan er að styrkjast og innflutningur ætti að lækka ef þeir sem eru að flytja inn verði ekki bara okra svona mikið. Það verður að stinga raunverulega gengishagnaðinum í vasann. Þannig að verðbólgan gengur niður. Verðbólgan er ekkert mikið hærri hér heldur í nágrannalöndunum. Ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu sem að fæstir eru með inn í sinni vísitölu, þá er kannski verðbólgan undir 3% hérna. Verðbólgan er 4,2% á þessu ári, segir Seðlabanki sjálfur. Spáir því, hann er ekki orðið það, en hann spáir að verðbólga verði meiri á seinni hlutanum. Það er svipað verðbólga og er í Bretlandi. Þar brást Seðlabanki við þannig að hann lækkaði vexti niður í 4% af því að verðbólgan væri komin á svið.
En af hverju okkar Seðlabanki með 7,5%, af hverju við að borga 3,5% meira í hærri vexti af skuldunum okkar. Þetta náttúrulega bara skattur á hina skuldu, að vera að flytja peninga í samfélaginu, vera að reyna að hindra það henni skuldu, hlaupa út í búð og eyða þeim, búið til verðbólgu, það líklega kenningin. Af hverju það að íslenski neytendur, íslenski skuldar eiga að borga allt þetta fé? Ég talaði við Vilhjálm Birgisson hérna í vikunni og hann sagði það að þegar var verið að semja síðast og markmiðið var það að ná verðbólgunni niður til þess að vextirnir færu, en vextirnir koma bara ekki niður. Og miðað við það sem að gengi út frá við samningsborðið, það mátti alls ekki setja inn í samningana hvernig, ef að vextir færi ekki niður og þá var hægt að rifta samningum sem væri bara eðlilegt. Það þótti verið eitthvað inngripinn í Seðlabankann og eitthvað svona vitleysa. Eins og launafólk með ekki verja sig, ef vextirnir eru 7,5% eftir 1,5 ár, þá segjum við bara upp samningum vegna þess að samningarnir miðust við það að ná vöxtunum niður í kannski 6 eða 5%. Og Villi segir að þegar maður skoðar fyrstu áratugi þessar aldar og samspil stýrivaxta og verðbólgu, að þá ættu stýrivextinir að vera svona í kringu 6% í dag. En þeir eru 7,5%. Þannig að Seðlabankinn er búin að skipta stefnu. Hann segir að það bara ekki nóg að hafa hærri vexti heldur en allstaðar. Við verum að hafa miklu hærri vexti heldur en allstaðar. Og mér finnst alltaf að það sé verið að ræða það. Mér finnst þetta er ekki svo að maður sé hafna hlýnun jarðar af mannavöldum, með því að efast þessar kenningar sem að Seðlabankinn byggir á með þessu stjórnlausa vaxtaokri sem að birtist meðal annars í því að allir bankarnir sé ekki að skila 100 milljarða hagnaði, sem svona 2,2% af landsframleiðslu, alltaf ekki. Hvar í veröldinni það bara látið líðast að bankakerfið taki 2% af landsframleiðslunni í hreinan hagnað til sín? Hvar í veröldinni það? Hvergi nema á Íslandi. Svo líka finnst mér þessi regla sem Seðlabankinn sett á fyrir einhverjum árum að það megi ekki fara meira en 30% af ráðstöfunartekjum til þess að kaupa húsnæði. Þetta að bara koma í veg fyrir það að ungt fólk geti bara keypt húsnæði, og nú formaður flokksfólksins að tala það að þetta væri eitthvað skakt í þessu að þú getur borgað leigu, það allt í lagi. Það er búið að benda á þetta árum saman. Áratugum saman. Ágætt að einhver ráðherra að sé að fara að orða þetta. Já, það bara 10 árum eftir að fara að benda á þetta. Ekki bara 10 ár, ég man bara þegar ég fór að reynda að kaupa mína fyrstu íbúð, þá bara 22 ára fyrir 30 árum. Þá var þetta bara svona líka. Þá var ég á leigumarkaði og ég spurði mig í bankanum, akkur get ég verið að borga leiguna en þið vilja ekki lána mig fyrir íbúð sem að ég þó eignast. 60% ráðstöfunar tekjum í leigu, en mátti ekki hafa nema 30% í afborganir. Það má kannski tala bara þetta greiðslumati sem einmitt búið að vera í umræðinni. Það er bara eins og að fara í gegnum nálarauga fyrir ungt fólk, og þetta þarf að skoða margt annað í þessu sambandi. Og sem betur fer að þá þetta komið núna inn í umræðina og spurning hvernig næstu mánuðir verða. En síðan mánuðir þetta alltaf líka ræða gjaldmiðilinn og allar þessar sveiflur. Ég meina, við sem erum komin svona á efri ár, við munum náttúrulega endalausar sveiflur og endalaus vandamál. Á tíma var aðeins kannski skára á húsnæðismarkaðum, en meira og minna, eins og ég man þetta, búið að vanta húsnæði. Og það þarf að byggja mikið meira. Það vita það allir, við þurfum óhagnaðardrifið. En af hverju er það ekki byggt? Já, og nú loksins kannski verið að taka vissir með það, en þú getur bara litið til síðustu ára, þá hefur verið að byggja, en bara alls ekki nóg. En það skiptir einhver máli að fólk getur ekki keypt íbúð. Nei, við þurfum bara að horfa á þetta frá öllum hliðum. En ég held að sé ekki skortur, þetta skortur á ákveðnum íbúðum, en það eru þetta megin vandinn, og það eitt af því sem það hlýtur að fara að draga úr byggingu, vegna þess að byggingafyrirtækin geta ekki selt íbúðum. Það er svo hái vextir að þeir geta ekki fjármagnaða yfir byggingatíma. Þess á þéttingareitunum íbúðin alltaf bara rosalega. Þetta er bara almennt á við að vextir er svo háir að verktakarnir geta ekki fjármagnað bygginguna yfir byggingatíman, og þegar þeir koma út úr byggingatímanum með þess að hái vexti, þá eru íbúðin svo dýrar að það er ekki nokkuð sem á efna á kaupið, en með einhverju bara fjárfestar sem að braska með þetta. Það er alveg gríðarlega mikið það, sko. Ég held að það sé, það er eitthvað gerast, eins og segi, ég bý í svona til nýju húsnæði og
og það allt meira minna selt en það býr ekki annað fólk í íbúðunum sem svona venlegt fólk, heldur bara einhver koma og fara og maður veit ekki hverju þetta eru sko. En vegna þess að það eru fyrst og næst einhverju fjárfestar sem eru að kaupa þetta vegna út af að húsnæðisverð hækkar hér meira heldur en almennt verðlag og þetta er bara ágætis fjárfesting og þeir eru ekki svona að leigja þetta, þeir eru bara að hafa þetta aukt og þetta er náttúrulega húsnæðisstefna sem er algjörlega komin upp í fjöru. Það er, ég held að við getum allir verið sammála það er eitthvað að og það reyndar ekki nýtt að þessi eitthvað að í íslenskum húsnæðismálum. Ég var reyndar mjög heppinn að ég keypti á mjög góðum tíma mínum fyrstu íbúð, það var þegar að voru þessi húsnæðisbréfinnar Jóhannu og það bara var ekkert mál fyrir okkur að kaupa Þannig er þetta stundum þegar maður hittir á að gera á rétta tímanum en yfirleitt hefur þetta verið alveg dauð og djöfull fyrir fólk og þetta er orðin líka, það er líka komin alveg gríðarleg misskipting í þetta því að sumir eiga tiltölulega velstæðan foreldrar og maður finnur það alveg að foreldrar eru að hjálpa börnunum en það er ekkert allir sem foreldrar sem geta það og þannig að það er að verða hérna alveg gríðarleg misskipting í þessu aðgangahúsnæði en allir þurfa að búa einhvers staðar. Andstæðan er mikla það vantar íbúðir á sama tíma bara hérna í Reykjavík eru fleiri yfir 100 íbúða sem eru tilbúnar til afhendingar. Á þéttingareitunum, Nefnum einhverju svona braskara sem kaupir þetta bara til þess að geta geimt og selt eins og það eru oft ekki neinn bílastæði, það er bara ekki allir sem geta keypt slíkar íbúðir. Svo er líka þetta að þið varst að tala um þessa misskiptingu að það er náttúrulega gríðarleg misrétti í fólki í því bara að vera í leiguhúsnæði eða vera eigandi. Bara þarna verður til mjög mikil skipting en sá sem á fasteign er í raunin að græða fullt af pening okkur einasta ári af því að verðið er alltaf að fara upp og skiljiði. Þannig að verðmati er alltaf hærra og hærra fasteignamati meðan hinn er í rauninni bara að tapa og eignast aldrei neitt, skilur. Þannig að þá verður til ennþá meiri líka svona misskipting í þjóðfélaginu. En ef maður fer að líta á, ef maður fer bara að reikna út með vextina eins og eru núna, ef einhver myndi, við skulum segja, bara fer og kaupir íbúð og tekur alltaf láni, eða stóran hluta, og leigir sér út, þá verður leigan að vera alveg gigantist til þess að borga vextina, því að vextina eru svo háir. Þannig að ég held að það er auðvitað það sem að keyrir þetta upp. Það er ekki hægt að reka samfélag lengi með svona vöxtum. En í þessari þenslu ég kaupi íbúð og hún hækkar en aðrir að gera það líka. Ég er aldrei að græða. Jú, ef þú selur bara eignin og tekur peningin ég bara meina ég bara meina þú ert samt sem áður að græða fyrirgeðu, ég bara kaupi ekki ég keipti í alvörunni ég var á leigumarkaði í áratugi bara eiginlega alla minn ungdóm ég kaupi fasteign fyrsta skipti árið 2020 ég kaupi fasteign og ég átti ekki bótur borin á mig í kiftana, ég fekk lána alla upphæðina, ég átti einhvern séreignarsparnað sem ég gat notað og það var eina og ég fekk lánaði peningi á börnunum mínu 50 skall hér og 100 skall þarna og ég klinkaði þessu saman og keypti þessa fasteign og ég var í mínus þegar ég kaupi þetta eru 5 ár og það er skattframtalinu mínu núna þá er ég í plús ég var þannig þegar ég kem út í leigumarkaðnum að ég var búin að segja börnin mín þið afþakkið bara arfinn minn að því ég er bara með skuldir ég var bara í mínus ég átti ekki neitt bara skuldir en núna þá var ég allt í einu komin í plús það er það sem ég er að meina og það er munurinn eingöngu þessi að ég keypti fasteignin ekki að leigja annars væri ég ennþá bara í bullandi mínus Þessna þarf að skoða það þú ert að borga 300-400.000 í leigu á hverju ættir þú ekki að geta farið í gegnum greiðslumát og borga samsvarandi inn á þína eigin íbúð. Það er náttúrulega eitthvað verulega mikið aðhald og bankakerfi, það þarf bara að skoða þetta með banka, hvernig bankarnir eru að vinna þessa vinnu og hvernig þeir eru náttúrulega bara... Þeir fara til greiðslumati sem Seðlabankinn situr og það er ekki Inga Sæland þótt hún sé húsnæðis þetta er bara ekki á hennar borði. Það er bara Seðlabankinn sem ákveður. Það er stefna Seðlabankans í þessu máli sem er sjálfstæður. Þetta þarf bara samstarf og það þarf að gjörbreyta mörgum. En mér langar að spyrja þig hérna þegar að þú varst svo lengi í borgarstjórn áður og nú eru sjáum við svona einhverja afleiðingar að einhverja svona stefnu, það er bara 0,5 bílastæði á hús og það lítur að vera einhver umræði þetta í borgarstjórn síðan tíma. Heldur betur, Jesús minn almáttugur. Þetta var, flokkur fólksins hefur til þess vilja brjóta nýtt land undir byggð fyrir löngu síðan. Byrjum að tala um þetta bara strax 2018.
og vorum bara alveg til í einhverja þéttingu, það má alveg þétta sumstaðar, það er náttúrulega fullt af plássum sem var til, en okkur fannst þetta þegar ég var í borgarstjórn og töluðum fyrir því að þetta gekk of langt og hvernig var líka farið með bílastæðin og bara fjarlægð þarna 100 bílastæði á allt litið og það er ekkert allir sem strætó og almenningssamgöngunar voru eins og þær eru nú fyrst að taka við sér núna. Þannig að fólk bara í stökustu vandræðum og þannig að við vildum að þéttingastefnan yrði ekki svona aukafull og það er að koma á daginn þetta núna, eins og við sjáum allar þessar dýru íbúður og þéttingareitum þar sem kannski bílastæði hvergi nærri eða í bílastæðakellurum eða þú þarft að hafa einhver íbúðakort og þetta alls konar. Þannig að þetta var mjög mikið átakamál öll þessi ár sem ég var þarna í borgarstjórn og það var vara við þessu. Já, það var heldur betur gert og ég held að Flokk fólksins hafi verið bara mjög framalega í því á hverjum einasta fundu, ég veit ekki á svona 10 ef ekki 100 bókana þessi mál. En svona var þetta var bara alveg einhver heilög stefna þarna þá. Og það er alltaf hægt að vera vitur eftir á, þannig en nú sjáum við hvernig þetta er. Nú á að byrja að byggja í Úlfarsárdal og Ragnar Þór sem kemur hér á eftir mun örugglega segja betur frá því og það þarf að fara víðar. Við þurfum, svo auðvitað spurning með almenningssamgöngurnar, þar þurfa að geta gengið öll þessi ný hverfi og svo er borgarlínan, það hefði nú talað að þetta fyrsti áfangi hennar inn. Vonandi lifið maður, það bara segja ég held að eitt stóri vandi sem við horfum fram á hér á þessu höfuðborgarsvæði er það að það hefur verið illa skipulagt frá grunni. Það er, almenningssamgöngur hafa ekki náð neinu flugi. Ég hef verið í borgum þar sem þú þarft ekkert á bíl að halda. Það er bara einfaldlega, þú vilt ekki eiga bíl, það er bara til trafala. Þú kemst allt með almenningssamgöngum en þannig er bara ekki ástand á Íslandi og vonandi bætir borgarlínan þetta eitthvað en það er mjög erfitt að bæta þetta vegna þess að borgin er svo ekki bara dreifð heldur hún einhvern veginn hoppast í allar áttir og síðan verður þetta auðvitað á ákveðin átt menningarbundið. Það verður þannig eftir nokkur ára maður bara sér það orðið að nú þegar að það er bara ekki hægt að bara hér situr allt fast í einhverja klukkutíma hverjum degi og þú gengur Kaupmannahöfn, þú sér aldrei umferðardeppu og þú veist að risa breiðgötur sem lengi bílar á vegna þess að fólk bara er í almenningssamgöngum. Og hjóli. Það er þetta þangað sem viljum komast en það er bara mjög erfitt að komast þangað. Það er að hægast ekki gert. Það er veðráttan og annað sem er sérstök hérna. Já, ég held að þetta sé auðvitað veðráttan slæm. Ég til dæmis geng allt sem að ég fer og hvernig veðrið sem er en þannig er það bara en þetta er menningarbundi, fólki finnst það ekki hægt og það er til dæmis þetta með húsnæði með engu bílastæði. Það er alveg ljóst að það er mjög fáar fjölskyldur í dag sem eru tilbúnar til þess að segja ég ætla ekki að eiga neitt bíl. Ég ætla bara að lifa bíllausum lífstíl. Það er til fólk sem gerir það en það er í minnhluta. Skipulagið í borginni býður ekki upp á því að til dæmis ég bý niður í bæ og ég á ekki bíl og fer að fara á strætó og labba en svo þarf ég að sníkja farstundum til þess að komast út á Granda í stórmarkað. Yngsta barnið mitt er orðið 18 ára þannig að ég er ekki að skuttla í ballett í þetta iðnaðarhverfi og í fiðlu í hitt iðnaðarhverfi og svona þannig ég kemst upp með það en það er fólk sem til þess að börn í Reykjavík það er bara ekki fræðilegu möguleiki að eiga ekki bíl ekki yfir veturinn að því að þú talar veðrið ég veit að það eru sífellt algengara meðal ungs fólks að velja bíllausa lífstílinn yfir sumar- og vormánuðina eða þessa góðu mánuði þar sem er bara allt í lagi að vera hjóli og labba og allt það en leigja síðan bara bíl yfir þessa vestu mánuði vegna þess að þú ert ekkert að fara í einhvern hríðarbíl með 3 ára að labba í leikskólan. Það er bara ekkert, þú gerir það bara ekkert með lítið barn, með 2 ára eða hvað það er. Svo við einn sem er búinn að þessu, að fara með börn í leikskóla. Og til dæmis, ég hjóla nú minni ég ætlaði að gera, en ég á gott rafmagnshjól og það ég get hjóla á því nánast allan ársins hring, bara nagladekkjum á veturna og þetta er ótrúlega þægilegt mikið grip í þessum dekkjum og þannig að það er flesta daga
er hægt að bjarga sér á hjóli. Já, það algjörlega, Ég bara þetta nefni bara eins og- örfáu dagar sem eru svona leiðilegir, Langar að nefna bara eins og Gufunesi. Bara Það fara að vera átti nú heima að bara. var byggt alveg sérstaklega fyrir þá sem vildu vera í bíllausum. Þú glemdist ekki að láta strætó góða? Svo var bara engin strætó þarna og þegar ég kom síðast þarna sem var nú eitthvað í fyrra, þá var náttúrulega bara fólk algjörlega í vandræðum og búin að fá sér bíla sem var síðan engin bílastæði fyrir, þannig að bílarnir voru hýst og hér og allstaðar eðlilega og þá var bara komið að sekta og þetta var svo sorglegt og svo þurfti að fara að endurskipuleggja þetta til þess að fara að búa til bílastæði vegna þess að ennþá bólaði ekkert á almenningssamgöngunum. Þannig en almenningssamgöngunar strætó eru náttúrulega núna í fyrsta sinn er koma jákvæða fréttir og þarna tengist við auðvitað samgöngusáttmálanum. Þannig að nú þarf maður svolítið að sjá hvernig þannig að hlutnir þróast. Já, ég er sammála því og í gamla daga, ef ég er svo gömul get sagt það, en þegar ég er krakki sem sagt, þá gengur strætó bara á götunni fyrir neðan að ég á heima og á 15 mínútna fresti alla daga og það var ekkert vesen að taka strætó fannst mér þá. Nei. Svo fóru þeir að fækka ferðunum og gera þetta alltaf einhvern veginn svo flókið og Fara erfitt. síður inn í hverfin. Já, minni inn í hverfin, alltaf einhvers staðar langt í burtu og eitthvað svona. Svo var það þjónustan og ég meina En núna eru þeir klappi, búin að- það var ekki að virka. Já. Það kom svo margt þarna á einu. Dóttir mín hefur nokkuð svona lent í því að hún er búin að bíða og svo bara keyrir strætisvagnin fram hjá henni. Já. Þó hún sé hérna, þá er hann komin á tíma, má bara ekki vera því að stoppa. Já, Ég meina, þetta er svona alveg- kvartanir bárust til okkar borgarfulltrúa alla daga nánast. Þannig að ég núna býð mjög spennt eftir að sjá hvernig þessi mál þróast. Já, þetta eru góða frétt sem er alltaf Já. það sem þeir byrjar að gera, fjölga ferðum og svona. Öll mín ásmöður Sumarrýmum. Já. mín ásmöður hér á Íslandi þá vorum bíllaus og enga bíl og það átti engin bíl við erum með barn og þetta var alveg hægt þetta er alveg hægt Auðvitað er þetta alveg hægt. en það er bara fólk er búin að venja sig annað og það er bara, það þýðir ekki að byggja skipulega á draumum sko. Það er bara, við lifum ekki útópíu og Íslendingar hugsa svona og það verður bara að taka til þetta. Kannski ættum við bara að hugsa lengra og hugsa hvernig þetta hafa Reykjavík eftir svona 50 til 70 ár. Já, verðum við ekki að hafa bara lestarkerfi, við ekki bara að fara að byrja að bora Já, sko, í staðan það fyrir er- að vera með eitthvað svona tjastl hérna sem Já, að Við erum að gera það fyrir borgarlínan löngu. hægt og bítandi. Nei, sko, það er- Hún það átti er- að vera stór hugmynd en hægt og bítandi er hún að breytast í tjastlhugmynd. Nei, það er ein afleiðing þess að við höfum byggt svona dreift að það verður mjög erfitt að koma upp neðralestum í Reykjavík einfallega vegna þess að það er alveg hrikalega dýrt. Það er alltaf að vera ódýrara. Já, svo eins og segir, sko, það þýr ekkert að hugsa hvernig heimurinn verður eftir 70 ár, það hefum ekki hugmyndu, sko. Það er að verða ódýrara að Já, borða, já, sko. það getur vel verið að þá er komið eitthvað allt annað, sko. Ég talaði eins og við mann sem ég man ekki heitir, skipulagsfræðingur, hann var að segja að sko þú býrð einhver staðar og það er jeppi inn á bílaplani og svo ferðu út í umferðina á jeppanum og þú ert alltaf að helga þér ákveði pláss úr borgarlandinu, þetta þú keyrir, svo ferðu í vinnun og það er bílaplan líka fyrir þig og svo ferðu úr vinnunni og þú ferðu í búðina og það er líka bílaplan fyrir þig og þá Þetta bílarnir er í allavega 40% af svæðinu, sko. Já, hann var að segja sko það sem við erum búin að helga undir bíla Já, það er er alveg ótrúlega mikið. gríðarlega dulinn kostnaður í þessu. Ég meina þetta kostar alveg opaslega mikið sem er algjörlega dulið af því að þó að bensín sé dýrt og eigi að fara í þetta þá fer það nú fyrst og næst bara ríkiskassan sko. Þannig að þetta er bara svona er þetta að kostnaðurinn er dulinn. Þetta er bara eins og við sjá núna með skipasamgöngur og að nú það lögðust eiginlega meira minna af fyrir nokkrum árum og þá er all umferðin sett á vegina, þá alltaf kemur í ljós að veginni bera þetta ekki neitt og það er alveg gríðarlega dýrt að byggja upp þessa vegi. Skipin bera sig ekki sko, en ef við tækjum þann kostnað inn í sem að kostar að byggja upp þessa vegi inn í að styrkja þá við sjósamgöngur, þá myndi það alveg geta borið sig. Það myndi kosta sko 50.000 kall að flytja banana til Akureyrar ef að svo sem er að flytja nægt að borga kostnaðin, raunverulega kostnaðin við það. Við erum að borga það og svo fellur niður sko sjóflutningurinn sem var miklu hagkvæmari fyrir þjóðarbúið og nú er þetta orðið þannig að verslanirnar út á landi þær geta ekki treyst á sjóflutninga vegna þess að þeir eru ekki lengur með lager og þær hafa bara aðlagað sig allt öðru kerfi þannig að fá bara vörurnar senda frá Reykjavík að mótni og þannig að við erum búin að taka ákvarðanir sem eru ótrúlega kostnaðsamar fyrir þjóðarbúið og óhagkvæmar í einhverju svona hugmyndum hagræðingu og sparnað sem er bara blekking. Ég skil reyndar ekki akkur ekki sjóflutningar á laxi frá Patreksfirði til Helguvíkur sko, ég bara
Af því að þeim eru ókeypis að keyra á vegunum og yfirleika. Þetta svo bara flottur flutningur, sko, bara eyðir ekki neinu. Nefna náttúrulega útbræstir, Það var bara það. Já. Og steinolía og... Já, svartolía. Hérna Kristrún Frostadóttir og Sleggjan, bara þú sjálfa sig bara með Sleggjanni, getur ekki staðið við það svo sagði hún leti þess að hún gæti bara lagað hérna, ríkisfjármálin bara... Hefur nú ekki gefinni færi kannski á því að koma með eitthvað í haust? Nei, mér finnst ekki ástæðu þess, mér finnst það alveg augljóst að þetta var hérna populíst blaður í henni. Í þessu, hún var að lofa ykkur sem hún gat ekki staðið við og það er bara komið í ljós að þetta var innihaldslaust. Ég er náttúrulega alls ekki saman þessu. Það er ekkert sérstætt, sko. Það er mest ekkert að segja... Þannig að þessi ríkisstjórn sé búin að vera hann í ára og öld, sko. Ég meina, og ekki var nú búið gott sem að tekið við. Þá ættu ekki að auglýsa að þú ætlar að koma og berja niður vextina. Þá ættu að segja, við ætlum að vinna hægt og rólega í því og vonandi mun að leiða til þess, ættu að segja. Já, það má endalaust. Nei, þið eru að lesa bara ákveðnar, ég sé alveg hvað þið eru að lesa á netinu. Við tölum þetta bara leið og auglýsingin kom að þá tölum við það hér. Þannig að væri hún að lofa ykkur sem væri ekki í hennar haldi. Sko, hún orðar þetta þannig að það festist við hann. Hún verður þá að gera svo vel að gera það. Því að þegar maður talar svona, þá maður í rauninni svolítið að hérna... En eru þið ekki búin að fara niður vextinni eitthvað síðan? Nei. Eitthvað smá. Það náttúrulega bara langt í land með alls konar forgangsröðum og hagræðingu. Síðan auglýsingin kom held ég, einu sinni. Já, það er 1,75. Ég myndi vilja bara taka svo umræði með ykkur eftir svona 2,5 ár, sko. Þá skulum bara sjá hvernig þetta hefur gengið. Það er svo hægt að segja við allt saman. Við getum líka að tala um húsnæðismálin og við finnum tölum til 12 ár þegar búin að redda þessu. Ykkur í eitthvað hvernig hlutnir voru orðaðir, ég meina, mér finnst það svona býsna dálítið mikið miðflokks svona sjálfstæðis hérna sem þið hafi verið að lesa. Ég myndi alveg vera rólegir í því, sko. Það er bara mjög mikilvægt að stjórnmálamenn, það sem þeir segja, að það eigi sér einhverja stoð í raunveruleikanum. Eins og á við með þinn flokk sem að sagðist alltaf lofa fólki hér 450.000 krónum skerðingar og skattalaust og hefur ekki staðið við það. Og mér finnst að við höfum að rukka ykkur það. Þing var sett í febrúar, sko. Ég meina, þingi var sett í febrúar hérna, þannig að... Þá átti að vera svona stjarna við lofurð og segja... Við ætlum að fylgjast með, sko. Og þetta hefði átt að gera, en Gunnar, sko, hefðu þið nú verið þarna sjálfur, sósíalistaflokkurinn, eins og bara þú reyndar á sínum tíma auðvitað komast á þing, að þá hefði náttúrulega verið mjög auðvilt hérna fyrir örugglega marga að sitja og segja, hefðu þú nú Gunnar, þú hefðu nú ekki átt að segja þetta. Ég meina, við getum alltaf talað svo. Ég vil bara sjá hvernig hlutinni... að hafa 450.000 krónur skatta og skerðingarlaust. Sko, svo er hún orðin sko forsætisráðherra, sko. Það svolítið svona stórt. Og félagsmálaráðherra. Bara frábærir ráðherrar. En þið vitið alveg hvernig þetta virkar. Þetta eru 3 flokkar í saman í ríkisstjórn og þú færð ekki allt í gegn. Ég var að vísu, sko, mér fannst þetta slagorð fólksflokksins í kosningunum frábært. Og hérna, ég held ég að verið að tala það hér, hvað þetta var flott kosningabarta hjá flokki fólksins, mér fannst það. Ég sár og pínu yfir því að þetta hefur ekki orðið að veruleika í viðgerð það alveg og vonandi bara gerist það. Af því að ég hef fullt að trúa Inga, sko, sé ennþá á sama stað hún alltaf verið, bara með fólkinu í landinu. Ég held að hún sér það. Hjarta á réttum stað. En, þú veist, ég veit ekki. Spyrjum að leikslókum. Þú passar upp á þetta. Já, ég reyna að gera það. En förum aðeins í allt annað. Sáuði bikarúrslitaleikin milli Vals og Vestra? Víst á honum. Ég var endar fyrir vestan og Tína Ber en hérna fór heim á föstudaginn þannig að ég misti af fagnaðarlátunum. Hann var í gangi á mínu heimili en ég var svona bara með hálft annað eyrað, sko. Þetta er auðvitað mikið lyftistöng fyrir lítið bæjarfélag, þannig er bara flott. Þetta eru nú 2 bæjarfélag, það ekki? Þetta er Vestri sem sagt, Ísafjörður og Bolungarvík. Já, þeir saminuðust. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt samt vegna þess að, sko, svo ég tala nú aftur gamla daga. Ég var einu sinni sem sagt framkvæmdastjóri hjá knattspyrnudeild Ármanns sem þá var til einhvern tíma 99 eða eitthvað svoleiðis 2000 og í 4. deild og þá voru þeir þar líka. Þannig að Vestri þar að segja. Og þeir ekki það lengur? Nei, mér finnst þetta bara stórkostlegt, sko. Já, það á eftir eitthvað í dag, þá verður svona móttökuathöfn og svona, sko, Silfutorgið verður
stútfullt af fólki. Já. Ég heyrði Þetta bara verður viðtal geggjað. við fólk eftir þetta og þetta var bara dásamlegt. Ég meina fyrir þarna íbúana þarna og bara þeir sem stóðu að þessu og bara þá var þetta bara algjörlega frábært. Davíð Sigræði Gólíat þarna. Já. Heldur betur. Þetta Guggan var bara fórum mjög bíkarinn kom. Já. Guggan fórum bíkarinn kom. Já. Æðislegt. Nei, þetta er fyrir fólki og Alveg frábært. Það er alveg stórkostlegt, sko. Algjörlega. Já. Mjög góður árangur þeim. Erðu, sko, ef við erum að höra svona fréttir, þá er svona sumatíman og pólitíkin eiginlega ekki gangandi, en þá eru undirheimannir. Það er alveg ótrúlega margar fréttir af svona glæpamönnum. Er þetta ekki alltaf sömu glæpamennir? Nei, ekki er að, jú. Jú, þetta er alltaf að handtaka sama fólki aftur og aftur. Ég bara lesi í gær eitthvað svona aftur handtekinn og stungi í steinin einhver sem var búin að fara til 3 ára þessu ári. Góðvinnu heyrum að oft góðvinnu lögreglunar. Þetta er bara, þetta verðist alltaf að vera sama fólki aftur og aftur sem við verðum að taka fyrst með. En við erum náttúrulega bara, það eru mikla breytingar búin að vera í okkur samfélagi og ég, mann bara þegar maður var alast upp, ég er náttúrulega fætt 59 sko, þannig að bara mann horfir svona tilbaka hvernig það hefur kannski alltaf auðvitað verið að taka breytingum og ég var nú fyrsta starfið mitt sem sálfræðingur þegar ég kom frá Bandaríkjunum var hjá Fangelsismálastofnun og ég heimsótti Litla-Hraun reglulega og önnur fangelsi landsins og þá var gamla fangelsi og þá kom maður bara inn og fór í gegnum eitthvað svona smá og svo gekk maður ganginn alveg endilangan út af viðtalsherbygginu í enda. Algjörlega eitt sér og prívat, það verður enginn að fylgja mér en þar voru bara klefarnir opnar og þeir að koma úr sturtumarkir bara með handklæðum sem miðja og bara sálfræðingunni kominn og svona var þetta og sko með að við bara náttúrulega öllum öryggismál núna því að það segir okkur hvað mikið hefur breyst og hvernig þetta er svona orðið harðari heimur. Föngunum var trist á til að vera Já, að þetta ég varð aldrei fyrir neinu sko, það var svona bjalla undir borðinu svona til hliðar og að því ég er svona frekar leggja lönga þá kom það fyrir tvisvar að ég óvart rak fótinn í bjölluna og þá þustu þeir inn sko fangarinn og ég bara akkur að koma og þá hafði ég ekki tekið eftir ég þrýsti óvart á neðanhappi og ég meina maður bara það var ótrúlega eitthvað ljúft sko. En núna eru fréttir alltaf öðru sko, það eru bara var ekki fangi fluttur á Kvíabyrgi með tungan dóm bara til að verja hann sjálfan undan samfengum hans. Já. Já, þetta er bara... Það er hraðbankamáli, það er svolítið skoðið. Já, það er aldrei magnamál, sko. Ég sá auglýsta á einhverju brask og brall síðu í gæra fyrradag. Hraðbanki til sölu. Lítið skemmtur, já. Já, mér fyndið. Hraðbankamáli, já. Það eru samt sömu menn og voru teknir fyrra á árunni fyrir eitthvað annað sem búið að vera yfir hér út í því máli. Já, þetta er þessi Blackburn sem hann er í gæsluvarðhaldi, sko. Fyrst held ég er 1. apríl, hugsaði ég. Þannig að ég fannst þetta eitthvað svo... Þú gerður Mosfellsbæinn með miðanótt með Nei, var ekki handtekinn líka einn af þeim sem var yfirheyrður út af morðinu. Jú, þetta tengist allt saman. Þetta tengist, þetta er allt svona eiginlega sama gengið. Það var alltaf vanta hérna á Íslandi að það sé að dæma hér fyrir skipulega glæpastarfsemi. Þetta verður alltaf bara verið, það er alltaf bara dæmt svona fyrir einstaklinga, hver og einn fyrir sig og það er búið að fara með óteljandi svona mál allalega upp í Hæstarétt. Og ég meina, ég skrifaði rosalega mikið af fréttum alltaf glæpagengin og lögreglumál, það var svona mín ær og kýr og undirheimarnir og svona og það var alveg sama hvaða mál það voru, það var aldrei hægt einhvern veginn að dæma fyrir mansal eða skipulega glæpastarfsemi, þetta alltaf verið eitthvað svona rán eða eitthvað einn atburður í stæðis að taka utanum þetta einhvern tímann og þú veist bara loka á þetta. Já, fyrir nokkrum árum var ég vitni að alveg ótrúlegum slagsmálum á Laugaveginum og það var bara verið að lúberja mann og ég hringdi í 112 og allt í lagi og svo bara hélt ég áfram. Svo eitthvað 2-3 árum setna þá fæ ég boð það að ég væri vitni í máli í héraðsdómi og ég kem þangað inn og var svo sem vanur, ég hafði oft verið þangað til að verjast í blaðamennskunni minni og þá situr sakborningurinn bara svo við hefum getað snert svona og ég er spurður nafn og ég segi það og heimili og kennitölu og það er ekki þægilegt. Nei, þetta er óþægilegt.
Ég fekk að bera svona vitni í gegnum síma, þannig að ég var ekkert í að köllu út, var þeim eitt vitni að slagsmálum. En ég hringdi með einn veika og bara gerði það í gegnum síma. Það var það þægilega. En þetta var alveg ótrúlega svona þvingað, sko. Þetta er rosa, og líka ef þetta er í svona litlum sal, eins og 401 eða eitthvað, litlu sölunum, að þá er þetta svo ótrúlega lítið svæði, þú ert bara alveg við, hvert og eitt er bara við hvort annað eitthvað. Og sumir þessir manna eru náttúrulega bara stórhættulegir, sko. Það er alveg þannig. Þannig þú getur kannski átt vona því þá var hann bara bakk upp á það. Nei, það er svo langt sér. Það væri að búna. Það væri búna, já. Þannig að það var ágættur. Sko, nú erum við að horfa upp á alveg hörmungar enn og aftur í verðinni. Bara eins og núna þetta, hvernig Ísrael er búin að teikna hvað er að gera í Gazaborg eða Gazasvæðinu. Þetta er lífandis hryllingur. Heldur betur. Og síðan auðvitað, sko, auðvitað neita þeir öllu og dreipa bara blaðmennina þannig að það sé enginn sem getur sagt frá. Mér finnst þetta mjög svona típist sem að sýnir sko raunverulega hvernig þetta kerfi virkar þegar þennan daginn þegar að blaðmaður frá Al Jazeera var myrtur af hernum, hann var drepinn sem sagt og því haldið fram hann væri Hamas-liði. Ok, við skulum segja að það hafi rétt, það er reyndar ekkert sem bendir til þess að það sé rétt en við skulum segja það. En það voru 4 aðrir drepnir leið sem við vissu og það er bara allt í lagi, það er bara, og enginn hélt því fram að þeir væru niður Hamas-liða. Þannig er þetta bara að ef að Ísraelsher heldur að einhvers staðar sé Hamas-liði að þá er bara leyfilegt að senda sprengju sem að drepur 100 manns í viðbót og þetta eru þetta stríðsglæpir, það er ekkert annað sem er hægt að kalla þetta og það sem er eiginlega ógnarlegast er það að það er engin áætlun. Það er engin áætlun sem segir, já, hvenær er þetta búið? Já, þessi að það er síðast að Hamas-liðin hefur verið drepin en það er ekki gert öðruvísi heldur en að svelta milljónum manna og drepa í sprengjuræfni og er það áætlun? Er það áætlun sem að mannkynið getur sett sig við? Ég var með þátt hérna í vikunni þar sem að Vilhjálmur Egilsson, fyrir þingmaður, var meðgesta og hann segir að þessi stríði sem bara ljúkaði bara þegar Hamas hættir þessu. Þeir bara gefast upp. En er eitthvað eftir Hamas-liðum spilum? Það er alltaf hægt að segja, já það voru nú Hamas-liðar þarna. Ég sagði það er alltaf hægt að segja það sko. Hugsa ykkur hvað það er ömurlegt. Það er einhver alltaf hægt að segja, já drápa þetta marga, já það var vegna þess að þarna var bækistöðar Hamas. Ég meina að segja svona, þannig að þá hugsa maður bara ok, það á ekkert að hætta. Og þetta er auðvitað löngu orðið ljóst að þarna er þjóðarmorða að ræða og bara vanmátturinn sem ég held að allir upplifi. Hvað einhvern veginn er hrikalegt að horfa upp á þetta núna mánuðum og árum saman sko. Og á meðan eru þeir líka að nema byggð á Vesturbakka og bara svona í róliheitunum að því að það tekur ekki svo mikið eftir því núna að það er hræðilegt sko stríðið á Gaza og auðvitað er fókusinn þar og þá lallaði sér inn þessi síonistar og ná sér í lönd. Vandinn er svo, þetta liggur auðvitað stríð sem á sér djúpar rætur og raunlega það sem að liggur bakvið er það að eftir þá hræðilegu atburði og fjöldamorð í síðari heimsstyrjöld og þá voru Evrópubúar með mjög mikið samviskubit yfir að hafa staði fyrir þessu og ákveða að það verði einhvern nátt að koma í veg fyrir það að svonlega gerist aftur og það þurfi að skapa heimili fyrir gyðinga og heimaland og þeir ákveða að við skulum bara taka það þarna þar sem að fyrir 2000 árum gyðingar höfðu búið en þó að einhver hafi rekið sko förföður minn og formóður frá jörð í Húnavatnssýslunni á sko 12. öld þá get ég ekki komið allt inn og ráðist á það fólk sem er það býr það núna og sagt já ég þarna átti mín ætt heima fyrir hundruðum ára þannig að en þetta var bara þau til þess að geta gert þetta það var bara rutt þannig fólki burt og þannig þetta hefur að grassera og það er ekki hægt að taka á þessu svona djúpstæðamáli sem er það að þannig að búa 4 til 5 milljónir manna sem eru fyrir þá hinum og Ísraelsmenn það er búið að koma með sko ákveðna hugmyndir lausn á þessu máli en Ísraelsmenn hafa aldrei eða minnst
þeir sem hafa ráðið það ríkjum hafa aldrei raunverulega samþykkt það og þeir hafa gert allt sem við geta til þess að koma í veg fyrir að sú lausn sé möguleg, sem þó einhvers konar tveggja ríkja lausn, þar sem að Palestínumenn eru í sín eigin ríki og þeir í sjálfu sér getum við kannski líka á vissan átt skilið það að Ísraelsmenn myndu ekki treysta því ríki af því að það auðvitað grasserar, þú veist, biturð og hjá Palestínumönnum og yfir því að lönd foreldra þeirra voru bara tekin, foreldra þeirra voru reknir úr heimilu sínum, land þeirra bara tekið á þess að það væri nokkuð gefið í staðinn. Þannig að þetta hvílir á þessu að þetta ríki stofnað á algjörlega brauðfótum og það var búin til vandamál sem að Vesturlönd og Sovétríkin reynda þannig tóku Bandaríkjamenn og Sovétríkin höndum saman eftir síðari heimsstyrjöld til að búa til þetta ríki og það var gert þannig að þetta var óhjákvæmilegt sem við horfum núna og þetta er skelfilegt og hvað getur maður gert sko? Það var svona höfnunga verið víðar sko, svona bara. En þetta er orðið þannig til að sem að mér að það er sagt svona upp að frétta að vara við myndum að þá stendur bara konan minn upp sko. Hún getur ekki orðið þetta lengur sko. Þetta er bara svo ótrúlega, ég hef oft verið hugsað til sko almennings í Ísrael. Hvernig, maður veit svo lítið, maður veit það er einhver mótmæli en hvernig skildi vera að vera hluti af þessari þjóð sem með forystu 85% þjóðurinn mjög hlynnt þessari stefnu. Það er afmennska andstæða. Það er þannig sem svipað og þjóðverjar í stríðinu. Það er þannig sem þú raunverulega annars getur náttúrulega ekki gert þetta. Þú réttlæta fyrir þér með því að afmennska andstæðingi sko. En Kolbrún, þú ert nú sálfræðingur. Ég ætlaði einmitt að segja sko, nú er ég búin að vera að hugsa af því þetta er auðvitað þjóð sem að koma úr eins og þú ert að lýsa og við vitum að hvað þetta er svakalega, hvernig hægt að taka bara manns hugan og prógrammera hann einhvern veginn og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig svo sem þetta hefur gengið fyrir sig, hvort að fólk hafi fyrst verið sjokkar eða almennt séð eða síðan bara með þessu, ég veit ekki alveg þróunina, maður heyrir svo lítið frá sko innviðum í Ísrael, maður heyrir ekki nógu mikið til þess að geta sagt hvernig þetta gerist en þetta er bara að maður hélt að svona myndi aldrei gerast aftur eftir þetta gerðist þegar náttúrulega seinni heimsstyrjöldin og allt það en heldur betur og bara í beinni útsendingum allan heim sko. Mér finnst þetta að vera að gerast bara út allan heim allstaðar alla daga. Það er svona afmennskun í gangi, það er líka afmennskun í íslensku samfélagi sem að beinist gegn innflytjendum og fleira. Það er alls konar lið minn og Þingi og víðar sem eru stanslaust að dæla yfir okkur hugmyndum að þetta fólk sé einhvern veginn öðruvís heldur en við og hafi minni rétt á lífinu heldur en við. Og þannig að þessi afmennskun er bara í gangi. Það að segja varandi Gaza. Það er ekki rétt að alþjóðasamfélagið svo kallað sem Guð má vita hvað er, sem er bara leppríki Bandaríkjanna sem er oftast kallað alþjóðasamfélagið, að þau finnir fyrir ykkur vannmætti. Þau hafa bara aldrei reynt á mátt sinn. Þau hafa aldrei reynt á mátt, ef þetta er vannmáttur, þá er þetta kjarkleysi. Því að þau hafa ekkert gert til að stöðva þetta. Þau hafa ekkert gert nema að vera með einhverja linar yfirlýsingar, tiplað í kringum ríki, þar sem að síónismin er grunnurinn. Og síónismi er það, þeir ætla að ræna landi og þeir ætla að hrekja fólk af landinu. Og sama fólk sem getur ekki staðið upp og barist gegn þessu, er að segja við okkur að til dæmis Úkraínumenn geti aldrei fallist á að gefa eftir Donbass. En og það er vegna þess að við verðum þessi svo mikilvægt fyrir okkur sem smáríki að landamæri séu virt. Við horfum ástandið í kringum Ísrael sem að virða engin landamæri. Og Ísrael er ekki land sem hefur tiltekið landamæri. Við viðurkennum þau ekki innan einhverja tiltekina landamæra og Ísrael viðurkennur heldur ekki sín eigin landamæri vegna þess að þau ætla að stækka Ísrael. Og það er innbyggt inn í hugmyndina bak við Ísrael. Þannig ef að þú viðurkennir Ísrael þá ertu að viðurkenna það að þau munu sækja á lönd Palestínumanna, myrða þá og hrekja þá og flótta svo að þeir verði aldrei fleiri en svona 20% af fjöldanum innan Ísrael. Núna stendur Ísrael frammi fyrir því að þau þurfa að láta hverfa svona 1,5 milljón manns og það er svo aðgerðir í gangi og við erum að horfa á það og okkar stjórnvöld horfa á það og okkar stjórnvöld koma fram og segist finnast til vannmáttar vegna þess að þau gera ekkert í þessu. Menn þess að það hef ekki kjarkinn til þess að gera í þessu af ótta við það að kalli við sér reiði Bandaríkjanna og fleira og mér finnst bara fráleitt að við sem að taka undir það og að þessi ykkur vannmáttur að við stöndum ráðalaus frammi fyrir þessu.
Við erum ráðalaus vegna við gerum ekki neitt. Já, við erum búin að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Og hverju breytti það? Nei, ég segi, það eru aðra þjóðir eru svona... Ekki það. Já, hann hafi ekki gert það. Það er verið að svelta fólk þarna, það er verið að drepa fólk þarna, það er verið að fremja þjóðarmorð, það er verið að fremja stæðsta glæp þessar aldar fyrir framan augun á okkur, svo konan þín getur ekki hort á og fer út úr stofinni. En hvað gera stjórnvöld til okkur? Ekki neitt. Við erum bara viðurkenna það. Þeir geta allavega, við getum bara sett á okkur að viðskiptaþvinganir. Til dæmis, slíta stjórnmálasambandinu við Ísrael. Gera eitthvað, bara eitthvað. Það er þetta að gera ýmislegt, þó að það hafi kannski ekki áhrif. Þá tökum við allavega eitthvað afstöðu og stundum er það bara máli. Hefði verið réttlætt þeirra eftir að slíta stjórnmálasambandi við Þýskaland nasismans? Mér finnst þetta líka bara svolítið merkilegt þetta með... Mér finnst þetta líka bara svolítið merkileg umræða sem er stundum með síonismann. Það er eins og það er alltaf verið að tala um einhvern veginn eins og þetta sé eitthvað ævaformt fyrirbæri sem að, þú veist, einhvern tíma frá forneskju. Þetta er tiltölulega nýtt fyrirbæri. Þessi hugmynd Ísraelsríki og síonisminn verður bara til, þú veist, rétt fyrir árið 1900, skilur. Þetta er bara, þetta er frekar nýtt. Á sama tími og fasismi og... Já, þetta er bara frekar nýtt fyrirbæri. Og innifalið í honum er að taka líka fleiri lönd. Það er ekki bara Palestína. Þeir byrja á Palestínu og þeir eru farnir til Palestínu fyrir stríð, bara svo það sé sagt, þeir eru byrjaðar að flytja til Palestínu fyrir stríð og svo fá þeir bara svona mikið meðbyr náttúrulega þegar Evrópubúar fóru náttúrulega hryllilega með gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni, þannig að þú veist, þá voru þeir komnir þarna með eitthvað tjölda og svo bara, heyrðu, við viljum vera þarna eftir okkar land og það er ekkert allir gyðingar í heiminum síonistar, bara langt í frá og fráleitt að segja að það sé gyðingahatur á móti stjórnmálaskoðunum í Ísrael, sko. Það er bara fráleitt að halda því fram. Mesta gyðingahatrið er að halda því fram að það sé samasemmerki milli gyðingdóms og síonisma. Nákvæmlega, það er nefnilega ég sammála og ég sá að Hannes Olsen að skrifa einhverja grein um þetta, ég mótmælti honum þar harðlega bara, ég skrifaði hjá honum á móti, þannig að hvernig geta menn eins og Bernie Sanders og fleiri gyðingar verið á gyðingahatarar, er það hægt? Nei, þeir eru bara mótið þessari pólitík sem síonismi er og annað sem ég veist alltaf líka oft gleyma, sérstaklega á þeim sem eru síonistar hérna heima. Ég man eftir Omega hérna í gamla, það var alltaf einn þáttur sem síonistar voru með og það er einhver svona skringileg tengsl á milli ákveðna trúar hópa í kristni það er ekki til meiri gyðingar eins og þessi hægri í Bandaríkjunum, en þeir líta þannig á að þegar að gyðingar eru búin að endurheimta Palestínu, landi helga, að þá muni verða second coming, þá muni Kristur koma aftur, útrýma öllum sem gyðingum, þeir eru ekki kristni. Nákvæmlega, en bara að segja klári, mér er svo skrítið að sjá kristið fólk sem að telur sig vera svona sannkristið, mjög kristið fólk, hérna á Íslandi, tala Ísrael og síonisma sem eitthvað sem er eitthvað tengt þeim. Það gæti ekki verið fjarri þessi tvö trúarbrögð og það má ekki gleyma því að þeir ráka ekki bara Múhameðs trúar fólk í burtu, þeir ráku líka kristna í burtu og ég þekki mann sem er fæddur uppalinn hér en pappans fæddur í Jerúsalem. Hann var Jerúsalemar arabi, kristinn, og hann var rakinn í burtu úr Jerúsalem. Þannig að það er ekki bara verið að rekja í burtu þau sem eru múslimar, það er bara allir sem ekki eru gyðingar. Einn þekktasti menntamaður af palestínskum uppruna, Edward Said, hann var sem sagt af kristnum palestínættum og bjó reyndar lengst af í New York. En það sem það er tvennt í þessu, annars vegar held ég að það sé, þetta er auðvitað, maður sér þetta alveg gerast, að það er mikil hætta á því að þessi mótmæli sem að núna eru gegn síonismanum brenni yfir í gyðingahatur. Það er mjög hætt við því vegna þess að Ísraelsstjórn segir að mótmæla sér er að mótmæla gyðingum og þá auðvitað er fólk að hugsa þannig og mér finnst það mjög hættulegt. Og eitt sem að mér finnst líka athyglisvert að menn sem að standa og rópa á stúlkur á flugvelli yfir því að þær er að hýpja sig heim sem eru múslimar sem allt í einu fer að tala um það að sami einstaklingur fer að tala um það að það sé gyðingahatur að mótmæla útrýmingu á palestinumönnum í Gaza. Ég meina, hvers konar er það sem sagt að því að það sé svo hrikalegur antisemitismi, en ég meina er antimúslima, er það eitthvað skárra heldur en antisemitismi? Er eitthvað, máttu vera
það er hræðileg glæpur að vera antisemitismi sem ég held að ég bara tel mig bara alls ekki vera. En það er bara allt í lagi menn af því að það er búið að búa til og maður heyrir þetta, maður sér í þessu kommentarkerfum við erum búið að búa til einhverja mynd af múslimar eru einhvern veginn minna múslimar eru bara alls konar aðeins að segja, maður er náttúrulega búin að vera núna alltaf bara að byggja og vona að það rofi til í svo fara að koma einhver lausn og þessi tveggja ríkja lausn auðvitað svo inn á milli bara sér maður það einhvern veginn ekkert muni gerast kannski. Allavega það er ekki hægt að segja að sé bjartsýni í fólki meðan það muni nokkuð tíman með að hvernig þeir haga sér. Hvernig heldur að fólki sem er núna gengur í gegnum þetta á Gaza, geti þetta hvernig verður framtíð, búið að svelta þeir, það búið að drepa þeir, búið að taka þeim mennskuna, hvernig verða börn sem er núna alist upp á Gaza, hvernig verður þau fyrir en á móti kemur það horfa í þá átt og erum við að horfa í þá átt að bara að þeir klári bara að útrýma heilli þjóð og takit yfir og punktur. Það er náttúrulega gjörsamlega óþolandi og bara hugsun sem maður bara getur einhvern veginn ekki látið fyrir gegnum hausinn. En það í gangi svoleiðis? Já, maður veit það ekki. Það er ekki eins og sé brjáluð bjartsýni. Það er enginn sem er tilbúin að standa við hliðina á Palestínumönnum. Evrópuþjóðirnar eru ekki tilbúin til þess. Það segjast vera tilbúin til þess að setja inn hermenn inn í Úkraínu til friðargæslu. Okkur bjóðast þeir ekki til þess að fara. Okkur fara þeir ekki bara inn á Gaza. Með því að Bandaríkjamenn stjórna þessu. Því að það verður ekki gert þann öðruvísi. Heldur en að Ísraelsmenn verður mætt með einhverju afl. Þeir eru ekki á leiðinu þangað. Þeir eru ekki að gera neitt. Nei, ekki að gera neitt. Þannig að þarna er náttúrulega stærsti eitthvað eiginlega fínt. Sem var anstíkilegt að hlusta. Anstíkilegt. Þetta verður ekki gert nema að Ísraelsmennum verður mætt með afli. Já. Það er bara þannig. Og við sjáum bara að fagurgalinn, hvað á að kalla þetta, hvað áhrif hefur það á stjórn Ísrael. Þeir lýsaði yfir að þeir alltaf taka yfir Gaza. Eftir að þetta kemur yfirlýsing að koma eftir að Frakkarnir og Bretarnir og Ástralarnir voru að lýsa yfir að þeir myndu hugsanlega samþykkja Palestínu sem sjálfstætt land ef að stjórnvöld væru eins og Ísraelsmenn vildu. Þetta eru svo skammarlegar yfirlýsingar að það bara verður táru taki. Ætla að hrekja íbúanum til Suður-Súdan sem er land sem er annars vegar auðvitað alveg gríðarlega fátækt og eins og er það sem allt logar í bardögum á milli alls konar það sama er að gerast þar þannig laga verið að útrýma heilu þorpunum en þetta er mál sem að ég held ég hver íbúi verði að taka einhver afstöðu til því það er ekki afstaða að horfa upp á þetta án þess að taka sér stöðu við hliðina á hvað getur þessi íslenski ráðamenn gert ekki það getur slitið stjórnmálasambandinu við það er til dæmis verið hægt að semja við eitthvað annað greiðslumiðluna fyrirtæki svo það sem dæmi Við erum hægt að keppa við þetta á íþróttum ég held að Ísraelsmenn slíta öllum tengslum við við höfum að standa með palestínumennum og palestínumenn eru að biðja að fá sömu bara benda á Suður-Afríku að það tókst að stoppa apartheid þar og ofbeldi gagnvart svörtum þar með samstöðu í heiminum og það sem að palestínumenn eru að biðja en heimurinn bara svarar því ekki Nei, það er bara þannig er þetta En og það eru auðvitað alveg ljóst, þú varst að segja áðan að Evrópubúar eru tilbúnir að setja hermenn í Úkraínu en ekki tilbúnir að ráðast á Gaza. Þetta er ástæðið svo að Evrópubúar eru að verja sig sjálfa með því að reyna að setja stopp í Úkraínu. Það farið þó ekki lengra en þar því þeir óttast að Rússar muni sælast sækist eftir að fara í önnur lönd í Evrópu. Þetta er eins og að loka þarna og þá er bara sjálfs... Já, en Guðmundur, mættum við ekki segja sem svo að það sem er kallað Miðausturlönd sem er nú kannski skrítið heiti, þetta er bakgarður Evrópu. Ófriðurinn sem hefur verið þar og meðal annars drifin áfram af Bandaríkjamönnum sem hafa eyðilagt þarna hvert ríkið að fætur öðru, hefur valdið gríðarlegu álagi á Evrópu. Absolutt, sko. Þannig að ef Evrópa hefði sjálfstæðu utanríkisstefnu þá var þeirra helsta markmið að hafa frið í Miðausturlöndum. Algjörlega samanlega. En vegna þess að Bandaríkjamenn hafa alltaf hagsmuni að hafa þar glundroða og upplaust sem allra mesta
að þá eru Evrópuþjóðirnar að styðja þá stefnu sem gegn þeirra eigin hagsmunum. Já, ég held að þetta sé líka gegn hagsmunum Bandaríkjamanna, sko. Þetta lengri tíma. Þetta orðið einhvern veginn bara... Ég hef líka sagt að þetta væri gegn hagsmunum Ísraels. Já, absolutt. Að þetta Ísrael getur ekki lifað með þessu. Nei. Og ég held að Ísrael sé ekki búið að bíta úr nálinu með þetta, sko, bara almenningsálitið að snúast og stjórnvöld séu svona dálítið tvístígandi, þá almenningsálitið og það mun sjá bara hvað gerist í Bandaríkjunum að meira segja þeir sem hafa stutt Ísraelsmenn í öllu sem það gert núna byrjar að svona vera tvístígandi og yngra fólk sem ekki alið upp í hefur búin að gleyma þá holocaust og öllu því, helförin og því öllu saman og svona þeirri svona hvað maður segja, svona þeim stuðningi sem Ísrael hafði í upphæð vegna þess. Og sér þá bara þessi það þjóðamál sem að fara fram á Gaza núna og á Vesturbakkanum líka, ég meina það er aðeins öðruvísi en það stefnir í það sama þar ef áfram heldur eins og horfir, að það mun verða nákvæmlega sama ástandi þar eftir nokkur ár. Og þetta gerist fyrir framan augunum okkur og já, það kostaði heila heimsstyrjöld til þess að loka Auschwitz, þannig að ég veit ekki hvað. Markmiðið var nú ekki upp að við gerist, kom mannum óvart. Því að þú ert sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, fundurinn í Washington og fundur Trump með Putin. Hvað lest út úr þessu? Við nær friði í Úkraínu? Nei, það held ég ekki, sko. Ég held að það eru alltaf gott ef menn tala saman, sko. Ég meina það hlýtur að vera betra heldur en ekkert, sko. En það bara, ég held að svona leið Trumps að svona, hann svo mikill samningamöður og hann finnst, sko, þá leið hans að leysa svona vandamál og svona deilur það að hann ætla bara að setjast niður og leysa það með. En svo fer hann til Alaska og þá allt í einu tekur hann undir allt sem að Putin segir, svo fær hann Evrópubú og Zelensky og þá allt í einu fer hann að segja já, svo hann sveiflast aftur upp okkur áfram og Putin situr bara og hlær, sko. Þannig að ég held að Putin hafi bara alveg sérlega gaman að þessu, hann að fá alveg flotta athygli og halda allir að nú sé eitthvað að fara að gerast, sko. Þetta náttúrulega bara eins og leikrit í honum sem að hann í aðalhlutverki og bara nýtur sín. Og staðan líka svo að staða Rússlands bara styrkist. Bæði á vígvellinum og svona í alþjóðapolitík. Man gæti að treysta þessi manni út fyrir herbergið eitt andartak og fyrst ætla hann Trump að leysa með einu samtali, sko. Þetta bara, þetta svona jafn, maður fyllir svona jafn mikill bara, ég vil nota orðin nánast vonleysi að horfa í þessa átt eins og það ekkert í sjónmáli. En ég held að raunverulega að það sé, við erum í alveg nákvæmlega sama stað núna eins og var fyrir fundin í Alaska en af því að svona laga gerist ekki 1, 2 og 3, sko. En þetta gæti alveg þróast í það að það verði gerður friðarsamningur. Ég meina það alveg hugsanlegt. Af því að það alveg ljóst að Úkraína getur ekki staðist árás Rússa mikið lengur. Það þarf þá, eftir að Bandaríkjamenn hafi dregist tilbaka, að þá bara skortir þá vopn til þess að verjast Rússum mjög lengi. Hins vegar það sem að Rússa fara fram á eru hluti sem að Úkraínumenn geta ekki samþykkt út af ýmsum ástæðum. Við getum lítið á það og nú það nokkuð ljóst að Rússa munu fá minnskosti stóra hluti Donbass. Þá erum við að búa til nýja Palestínu. Ég meina þá verið að ræna landi af fólki. Það var náttúrulega aðskilnaðarsinnar sem hafðu tekið þetta frá Úkraínu áður. Já, það var bara, fyrsta lagi bara örlítill partur af því sem hvar núna og öðru lagi að þá voru þessi ekki aðskilnaðarsinnar, það voru bara Rússar sem voru búin að styrkja þannig að það var engin stuðningur við þessa aðskilnaðarsinna í Donbass. Ég meina meðal rússnesku mælandi fólks, það stór hluti þeirra sem núna flóttafólk á Vesturlöndum. Auðvitað hluti þeirra studdur Rússa en studdur það ekki endilega, það veri bara landi eignirinn var laður í rúst og þannig að þetta svo komið sem sagt eitthvað, það verður þetta stríð endar, ég held að vera ekki mjög langt í það vegna þess einfaldlega að Úkraína mun tapa því en það endar ekki þar, ekkert frekar heldur en að Palestínu vandamálið endaði 48 eða 67. Það unnir einhverjir sigrar en undirliggjandi vandamálið áfram til staðar og þannig verður þetta áfram á þessu landsvæði. Já, og eftir að hafa líka valda, því vorum að tala svona afmennskun.
Já. og tengsla á milli gyðingdóms og síónisma, að þetta áttir að valda miklu svona rússa andúð inn í Eystrasaltslandunum þar sem eru stórir hópar rússa. Akkurat. Þetta áttir að verða algjör hryllingur, sko. Algjör hryllingur sem er framöndur. Og það eru auðvitað þessi lönd sko, sem að sérstaklega Eystrasaltsríkin, baltísku löndin, að þar, sérstaklega þá Eistland og Lettland, þar sem að næstu helmingur íbúana eru rússnesku mælandi, og það er mjög ólíkur hópur rússnesku mælandi fólks. Sumir rússnesku mælandi hafa búið á þessu landsvæði sko öldum saman, annar eru svona hluti af fólki sem voru fluttir á Stalinstímanum og reyndar bara allan tíma Sovétríkjanna, því þetta var þá sama ríki, og það eru svona, þeir hafa ólíkar hugmyndir og viðhorf til Rússlands og eiga kannski ættingja í Rússlandi, þannig að þarna eru undirliggjandi alveg gríðarlega miklir möguleikar á innri átökum og sem að Rússar koma örugglega til með að reyna að kynda undir eins og þeir gerðu í Donbass. Þeir gera allt sem er gátu til að kynda undir þessa svona innri, og það bara, í Evrópa bara þannig að við erum eiga hérna út í Ballarhafi sko, þannig að okkur finnst einhvern veginn þetta sé allt sem er svo einfalt, en Evrópa svo flókin. Það er svo ofboðslega margar deilur sem hafa legið í láginni sko, sem er svo auðvelt einhvern veginn að byrja að hata einhvern sko, því hann, eins og við sáum bara á Balkanskaganum sko, eftir fall Sovétríkjanna, þá allt í einu voru fólk sem hafi búið hlið við hlið í árum saman, allt í einu urðu óvinir. Drápu börn hvað sannan svo. Talandi mannskuna, allt í einu var nágranninn var bara höfuðanstæðingur og kakkalakki í þínu samfélagi. Herðu það hérna verðið að segja þessu lokið, við erum búin að þessum jákvæðu nótum. Nei, þetta er bara fínt, sko, þetta er bara fínt. En ég þakka þér Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Guðmundur Hálfdanarson og Lára Súlíma Ómarsdóttir. Og hér á eftir koma til okkar Ragnar Þór Ingólfsson, formaður fjárlaganefndar, og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður leigjendasamtakanna. Sjáumst.
Já, komið sæl. Við höldum áfram við bræðinir, ég og Sigurður Magnús og Gunnar Smári. Til okkar kominir Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður Leiðarsamtakana og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður fjárlaganefndar Alþingis. Verið velkomnir. Takk. Smári. Já, húsnæðismálin, vextina. Húsnæðismálin hafa alltaf verið í umræðu hérna við þetta borð. En það kom nú skýrsla húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í vikunni sem að einhver leiti tróð fram eins og hefur verið gert svolítið undanfari. Mér finnst þessar skýrslu vera svona skýrari eftir því sem að tími líður. Það er eins og sé smá annar tónn hjá þeim sem að draga svolítið fram að sko, húsnæðisstefnan, hvað hún er brotin. Já. Eitt sem kom meðal fram að húsaleiga hefur hækkað 11% síðustu 12 mánuðum og við erum ofta að tala 4% verðbólgu. Og það er náttúrulega raunveruleiki þeirra sem er á lágum tekjum og leigja og kannski 2/3 af laununum fara í húsaleigu og þeir búa við allt annað verðbólgustig heldur en annað fólk. Og kaupmáttur þeirra náttúrulega jæst hraðar upp. Og við vissum fyrir að húsaleiga er það sem að helst grefur undan kjörum lágtekjufólks, láglaunafólks og öryrkja og stúdenta og þeirra sem eru bundin inn á leigumarkaðnum, eins og kom fram í umræðinu hérna okkar áðan að ef þú ert bundin inn á leigumarkaði þá sleppir ekki út því að þó að þú verðir 300-400 krónum á mánuði í húsaleigu að þá metur Seðlabankinn það að þú hafir ekki efni á að kaupa og þú hefur kannski efni á að standa undir afborgunir á 220.000 en samt ertu dæmdu til þess að vera þann úti. Og við höfum nú verið að ræða þetta árum saman og það voru frumvarp sem átti að bæta eilítið stöðu leigjenda sem að dagaði upp í á þinginu. Það kom líka fram hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun nokkuð sem hefur verið bent á áður að hækkun húsnæðisbóta sem voru tengdar síðustu kjarasamningum að þau renna í vasann á leigusölum. Það bæta raunverulega ekki til lengri tíma og eiginlega til mjög skamstíma því það er ekki nema bara 1,5 ár síðan samningarnir voru gerðir. En það er uppurðið núna, það sem var samið að allar hækkanir til húsaleigu sem átt að bæta stöðu leigjenda og þá kannski þú veist svona gera þeim bæta líka það sem hafði gerst áður, að það er allt farið og staða þeirra er svo sama á eftir og húsaleigan heldur áfram að hækka 11% ári og þannig að mér finnst svona einhver leiti hafa komið fram svona síðustu vikum og svo er náttúrulega verið að tala að það er ekki verið að framleiða íbúðir og það er íbúðir sem verið að framleiða, það er íbúðir sem enginn hefur áhuga á og það eru svo dýrar að enginn hefur efnað að kaupa það nema fjárfestar eins og kom fram hérna hjá Guðmundi Halldórssyni sem býr í svona þéttingarreit að hann segir að í kringu sig séu meira minna íbúðunar auðar. Einu sem að hafa efni á að kaupa eru þeir sem er að eiga bara nóga peningum og er að kaupa þetta til þess að geyma og geta selt seinna. Þetta er bara svo hverjandi fjárfesting og þeir hafa ekki eins og fyrir því að leigja þetta sko. Þurfi ekki á því að halda sumir. Þess vegna stendur þetta bara aukt. Og Inga Sæland, félagsmálaráðherra, hún kom fram í gær eða ekki. Var að tala að það veri ljóst að þessi þéttingarstefna hefði ekki gengið, það er svona verið að tala gegn henni en kannski er þetta mál miklu alvarlegra og hún talaði líka að þetta sem ég var nefna áðan með greiðslumatið að óréttlæti sem er á baku það en við erum svo verið að benda á það síðan þessi stöðu opnaði og löngu fyrir þann tíma að þetta meikar enga sens eins og sagt er að ef ég á að borga 400 skall á mánuði að Seðlabankinn meti það að ég get ekki borgað 200.000 og hún var að benda á það, en þetta er ekki á valdi ríkisstjórnarinnar. Við erum með sjálfstæðan Seðlabanka sem ákveður þetta sjálfur. Hann getur bara ákveðið það hann vill, ekki nema að ríkisstjórnin vilji bara reka yfirstjórn Seðlabanka og ráða nýtt fólk sem er með aðra stefnu. Þetta var svona inngangurinn sem ég með langaði til þess að fá þá til þess að leggja út frá. Guðmundur Hrafn hefur verið að berjast fyrir hagsmunum leigjenda og Ragnar Þór hefur verið þegar hann var í verkefnishreyfingunni var mikið að leggja áherslu á að húsnæðismálin var eitt af höfuðverkefnum verkefnishreyfingarinnar og náði svona einhverjum árangri, líklega ekki þeim sem hann ætlaði sér. En núna hann stýrir svona einhverjum húsnæðishóp á vegum ríkisstjórnarinnar sem er að reyna að leita einhverjum lausnum, að reyna að búa til nýja
húsnæðisstefnu vonandi. Það var eitt af því sem kom fram í skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Ef það er horft yfir langa tíma hlutfall húsnæðisverð og launa, þá kemur í ljós að húsnæðiskerfið, af því þau voru að segja bæði Lára og Guðmundur, það hafi alltaf verið erfitt og húsnæðiskerfið hafi alltaf verið slæmt. Það er bara ekki þannig, sko. Það var alvarlega slæmt upp úr 2004 og er það ennþá. Og það er þetta er svona vísitala sem var í 70 meðaltali fyrir þann tíma á tímum Jóhönnu og fleira, það sem að Guðmundur slapp inn á húsnæðismarkaðinn. En núna er þetta slá upp í 105 og 110, þannig að það verður 60% erfiðara fyrir launafólk að eignast húsnæði á Íslandi heldur var áður en að lánin voru markaðsvætt, félagslega húsnæðiskerfið barið niður og eyðilagt, og þetta húsnæðiskerfi sem hefur lifað við síðan, og enginn hefur haft raunverulega almennilegan kjark til þess að breyta einhverjum grundvallaratriðum. Var eiginlega sett á laggirnar í ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins 2004, sem ofta vitnaði í 90% lánin. Það var meira sem gerðist þar. Það var markaðsvæðing húsnæðislánanna, það sem innrásbankana inn á lánamarkaðin og fleira sem bjóð til þetta kerfi sem við erum með núna, sem leiði til þess að bara eina allra ríkustu hafa efni á að kaupa, og það er alltaf færri og færri svona venjulega fjölskyldur sem hafa efni á að kaupa þak yfir höfuð. Þetta er nú svona það sem ég ætla að þetta er bara mjög vel rammað inn hjá þér. Þetta er nákvæmlega svona sem þetta hefur gert. Þetta byrjaði þarna upp á 2004 og síðan hefur húsnæðismarkaðurinn á Íslandi bara hrakað allverulega, og hann sagði nú bara nýlega í viðtali, Már Wolfgang Mixa, hagfræðingur, að leigjendur búa eiginlega við svona sömu stöðu og 2011. Þannig að leigjendur eru fastir í eftirhrunsárunum, og meðan svona hinn hluti samfélagsins hefur verið að þokast í áttina frá þessum erfiðleikum sem að dundu yfir samfélagið. Leigjendur búa ennþá þarna árið 2011. Þannig að við getum rétt ímyndað okkur bara hvað þetta er íþyngjandi fyrir leigjendur að búa við þessa stöðu syngt og heilagt og í svona langa tíma. Þetta er rétt eins og Smári sagði, að húsaleiga er búin að vera að hækka þetta 10, 11, 12% á hverju einasta ári, núna undanfarin ár, og meðan verðbólga hefur jafnvel verið að draga saman. Þannig að leigjendur upplifa það að húsaleiga hækkar stanslaust, og ég var nú bara að kíkja á þetta núna í morgun í tengslu við viðtali, bara hvernig staðan er á þeim svona miðlum sem eru að auglýsa íbúð til útleigu. Þar er meðalverð á svona 80-90 fermetra íbúð á höfuðborgarsvæðinu í kringum svona 370.000. 370 til 380.000. Það er mjög algengt að sjá íbúður konar vel á 100.000. Þannig að fyrir fyrir almenning sem ekki býr við þessa aðstæður og er ekki að athuga með þetta reglulega, þá er gott bara til að minna á fólk á að þeir fasteignaeigendur sem eru kannski að borga 300 til 350 í húsnæðislán og finnst það erfitt, að þá eru leigjendur sem oft eru tekjulegri að borga 100.000 krónar, kannski 100.000 krónar meira í húsaleigu fyrir sömu stærð eignum. Þannig að þetta er staða leigjenda hefur bara aldrei verið eins slæm, og þrátt fyrir alla þá baráttu sem að leigjendasamtökin héldu hérna uppi 30 ára skeið, alveg þangað til í fyrra haust. Og þau bæði lognuðust aðeins út af þessu máttleysi sem að fylgdi því að geti ekki verið með fólk á launum og fólk gæti ekki sinnt þessu fullu starfi. Að staða leigjenda hefur bara aldrei verið eins slæm. Og stundum hefur maður á tilfinningu að þetta hafa bara verið markmið allan tíman. Að það er að búa til öreiga stétt sem er bara svona hæfilega stór, 30% af almenningi, sem að hinir hvíla svona... Betur sett fólk getur grætt á. Já, bara svona hvíla sæmilega ón á þessu 30% mengi. Og En spyrjum Ragnar, er ekkert ljós vöndagangana hjá þessu fólki? Það er allavega margt að gera og bara nota tækifæri að þakka Guðmundi fyrir hans ótrúlega flottu baráttu gegnum árin, og við höfum auðvitað unnið náið saman í gegnum árin þegar ég var í Verko og hann í leigjendasamtökunum,
og bara hefur á mínu viti vakið verðskuldaða athygli á þessum mikilvæga málaflokki og Gunnar Smári fór ágætlega yfir þetta í svona inngangi varðandi stöðuna en við höfum öll tæki og tól til þess að laga þetta og gera þetta betra. Það nóg til að fjármunum til þess að kosta uppbyggingu, það nóg til að byggingalandi, við höfum þekkinguna, við erum búin að koma af stað húsnæðisfélögum, bæði Bjargi, Blæ og fleiri félögum sem að mun geta tryggt í sjálfu sér bæði hagkvæmni og hún skilir sér síðan til þeirra sem annarkur kaupa eða leigja. Þannig að ég get alveg tekið undir þessi sjónarmið að það margt sem bendir til þess að þessi skortstaða á húsnæðismarkaði, bara þessi stað almennt, bæði hjá fólki á leigumarkaði, hafi verið bara vísvitandi búin til. Það bara eiginlega allt sem bendir til þess. Það sem verra er að henni hefur verið viðhaldið síðan, kerfisbundið, og lítið einhvern veginn gengið að koma hlutunum áfram. Við til dæmis reyndum að koma frumvarp í gegn núna í vor sem að takmarkar aðgengi ferðamanna bara að íbúðum hefði þá í för með sér jákvæða þróun hvað var að leigumarkaðinn bara út á takmarkun á skammtímaleigu til ferðamanna. Frumvarp sem að varðandi skráningu leigusamninga og síðan bara fleiri mál sem við erum að vinna í. En við munum fara í það að kynna ákveðnar aðgerðir núna strax í haust hvaða áherslaatriði verða og hvaða forgangsröðun. En svo þetta auðvitað samspil líka, ég meina sveitarfélögin bera líka ábyrgð. Þau hafa flest hver ekki uppfyllt sinn þátt í húsnæðisstefnu þar sem á að tryggja allt 35% íbúða séu á viðráðanlegu verði eða þá hluta til óhagnandrifina félagi eins og Bjargs og Blæ og eins og Guðmundur fór ágætlega yfir áðan að fjara herbergíbúð á höfuðborgarsvæðinu er komin á 1500.000. Þú sagðir áðan að það er til peningar, það er til þekking, það er til lóðir en fólki sem heyrir þetta það er til byggingaland. Það er ekki tilbúna byggingar. Það vantar ekki spýt og það vantar ekki sög. Það vantar bara viljan til þess að byggja. Og þá spyr maður sig ónættilega að af hverju gengur þetta svona óbúslega hægt og illa. Og þetta auðvitað margþætt. Ég hef stundum sagt þegar verið að kenna vaxtastíginum sem náttúrulega hjálpar ekki að ég fór nú fyrir formennsku í Bjarg íbúðafélagi og komað að þeirri uppbyggingu frá upphafi. Þar er meðalega, minni mig hafa verið í fyrra, eitthvað 180.000 á mánuði, meðalega, og við erum með 2, 3 og 4 herbergíbúðir. Og ágætt að benda á það, svona miðað við það sem kom fram hjá Guðmundi áðan að hér sé fólk að borga á 1500.000 í leigu á höfuðborgarsvæðinu fyrir 4 herbergíbúðir og þetta er allt nýjar íbúðir. Við erum að framkvæma og byggja þá að vaxtast þessi hátt, það er ekki að stoppa okkur, það er fyrst og fremst byggingar hafa lóðir. Eitt vandinn er auðvitað sá að sveitarfélögin, bara Kópavog og Garðabæ og fleiri sveitarfélög og auðvitað ber borgin ábyrgð líka að það er ekki verið að skaffa byggingar hafa lóðir til hagkvæmrar uppbyggingar, hvort sem að það sé til kaups eða leigu. Og það er það er grundvallar vandinn í þessu. Sveitarfélögin tíma raunverulega ekki að setja góða lóðir í þetta ferli. Ég held að sé, ef ég má grípa þetta, ég held að sé ekki, það tímaði ekki.
Það eins og þannig, það er búið eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík þéttingastefna þar sem að sko lagð áherslu á að byggja á þéttingareitun sem flestir eru í einkaeigu braskara sem kannski búin að selja þetta er búin að fara kannski ganga á kaupum og sölum 3, 4, 5 sinnum og búin að hækka kannski 2-falt og jafnvel 5-falt í hvert skipti. Þarna megin áherslan á uppbygginguna í Reykjavík sem að þessi stóri flöskuháls og það, þetta náttúrulega sko, þetta galin stefna þegar hún tekur við af 5-6 ára tímabili stöðnunar eftir hrunið. Eftir 5 eða 6 ára eftir hrunið varla verið að byggja íbúðir hérna í Reykjavík. Það var á einu árinu 43 íbúðir sem kom inn á markaðinn, nýjar. Og svo tekur þessi stefna við sem skortstefna sem að hægir á uppbyggingu og gerir alla uppbyggingu miklu dýrari og færri íbúðir. Og þetta náttúrulega sko, þetta svo galið, þetta var alveg vitað. Þeir voru að tala þetta kennararnir í háskólanum árið 2015 og 16 sem voru í viðskiptafræði og hagfræði. Þetta var fyrirséð, þetta var algjörlega fyrirséð hvað maður gerði og þau hvöttu nemendur sína að það var einhvern tíma tækifæri til þess að festa sér og græða húsnæði, þá var það núna. Það var að safna eins mörgum íbúðum sem það gætu. Vegna þess að þetta var fyrirséð að það skipulag sem borgin er að kynna myndi auka til aukin skorts á húsnæði sem myndi hækka húsnæði öllu valdi og fólk nær tökum þá bæði á leigumarkaðnum og þetta var, eins og segja, þetta er bara svo fyrirséð og ég er svo sammála þessu sem Ragnar að segja vegna þess að það eru nokkur 100 mann sem hafa það fullu starfi allt árið umkring að sinna skipulagi og stefnum í húsnæðismálum. Þannig að þetta kemur engum á óvart. Það verður láta okkur halda það að þetta sé allt saman á réttri leið. Þetta er alltaf niðurleið og búin að vera stanslausir niðurleið frá hruni. Við náttúrulega sættum okkur við ákveðnu leyti svona fram undir 2015 og 16. Svo fór að birta til með innkomu ferðamanna og aukna tekjur og flestir voru á vopnin sínum. Nei, en þá er ákveðið að halda þessu lagi samfélagsins fyrir utan til þess að auðvelda þessum 70% sem ekki inn á leigumarkaði lífið. Það er rauninni verið að segja, þetta er fóðrið sem við munum byggja samfélagið á. Hérna munum vera hægt að skapa mikinn auð fyrir fáa og sveitafélag og ríkið þau spila með, þau útbúa allar reglur þannig að þetta gerir fjárfestum og bröskurum bara auðvelt að sjúga blóðið og merkin úr fólkinu sem er leigumarkaði. Og það er enginn sem kemur til varnar. Það eru öll verkefni og alla lausnir til út alla Evrópu. Alls það er kringum okkur er verið að beita lausnir sem eru þaulprófaðar í áratugi, jafnvel heila öld. Og það verið að tala þess að þetta sé eitthvað skonar vúdúvísindi að koma á leigubremsu eða leiguþaki eða ótímabundnum samningum og alls konar vörnum fyrir leigjendur. Þetta er náttúrulega sko, þetta nær engri átt og mér svo skrítið að vera ég er komin inn á 5. árið þar sem múin að fara með sömu þuluna aftur og aftur og aftur og það er ennþá fyrirsagnir í blöðunum vikun áður í kemur til viðtal 10.000 íbúðir í uppbyggingu á næstunni. Hversu lengi á þetta að ganga svona? Þessi loforð og þetta bull og þessi hægagangur. Hvað var að reyna að framkvæmla hérna? Einhverjar, hamfarir sem við höfum aldrei séð áður. Já, fólki sem er að láta svo smyrja ríkissjóð innan með vörslusköttum að auki. Þetta er náttúrulega bara, eins og segi bara eins og krakkandi mín, ég bara geti þetta ekki. Ég get alveg tekið undir það sem Guðmundur er að segja að ég met það líka þannig að þessi staða hún á að versna til mikill að muna og er hún þá slæm fyrir og þetta er allt saman. Er það fyrir séð á næstu bara misserum? Já. Sko, bústaðstefna stjórnvalda er að búa til þessar hamfarir sem hefur verið að lýsa. Það er verður skortur og það mun grafa undan lífskjörum þeirra sem er síst skildi. Og þannig er það búið að vera undan fyrir 20 ár og það verður alltaf með meira og meira afli. Akkur ætti það breytast? Akkur ætti niðurstaðan að vera önnur? Nei, ég er ekki... Við getum bara listað þetta upp. Sko, Seðlabankinn er auðvitað með stjórn peningamála sem er auðvitað löngu komin út í skurð og hefur stutt við þessa skortstöðu sem er á húsnæðismarkaði.
verktakarnir sem að hafa stjórnað eða verktakamarkaðurinn hefur stjórnað húsnæðismarkaðnum samhliða þessu, sett inn bara nægilegt magn til þess að halda verði í hæstu hæðum, reyna að fá sem mest fyrir það sem þeir byggja. Nú ekki að seljast hjá þeim og það allt útlit fyrir að þeir muni draga saman seglin, þeir sem að liggja á byggingarlandi, lóðum eða þéttingarreitum eða hvað sem það heitir. Að það allt sem bendir til þess og það könnun sem að Samtök iðnaðarins gerði meðal sinna félagsmanna, verktakafyrirtækjanna og niðurstaðan úr þeirri könnun var að það stefnir allt í að þeir fara að draga verulega saman seglin. Þannig að vaxtastefna Seðlabankans hefur sannarlega ef hún hefur ekki frostrekið húsnæðismarkaðinn þá stefnir í að fara í algjört frost. Þess vegna þetta mikilvægt að og ég held að ríkisstjórnin sé full meðvituð það að tími aðgerða runnin upp. Þannig að þetta löngu runnin upp en það í sjálfu sér ekki í boði enn eitt árið, enn eitt kjörtímabilið að láta þennan málaflokk einhvern veginn slæta vegna þess að það bara einfaldlega bara ekki boðlegt og ég bara tek undir með félaga mínu. Ég heyri alvöruna hjá okkur öllum. Ég er með aðskjóti í einu. Fólki sem í mestu hrakólunum núna, það sennilega bara einhverja ára biðjabil þannig að þetta geti verið komið í skikkalegt horf. Það er ekkert í núverandi stefnu sem að bætir það. Það er eitthvað svona samkomulag við sveitarfélögunum uppbyggingu sem sveitarfélögin standi ekki við. Svona miðað við hraðan sem á þessu þá geti kannski hlutfall svona félagslegt húsnæðis á Íslandi verið svona á pari við það sem í nágrannanum kannski árið 2190 eða eitthvað slags. Við munum náðið þar. Já, þannig að það er engin alvara í hvernig aðgerðirnar eru. Og það er eitt, að sömuleitt er þetta byggt á algjöru siðleysi. Það er þannig að það kemur fátækt fólk í bankan og er að freistast þess að komast út af óbærilegum leigumarkaði. Er kannski í ósamþykktu húsnæði iðnaðarhverfi vegna þess að það getur ekki keppt við þetta húsnæði sem að Guðmundur sér auglýst upp á 400.000 krónur. Og þá segir bankinn við að já, þið eru að borga þarna 350.000 krónur en þið, svona tölunum sem að við erum með um ykkar tekjur og fleira, þá standið ekki undir nema svona 220.000 krónur af borgunum á mánuði. Það er ekki svo langt síðan á Íslandi var niðurstaðan þú. Þess vegna ætlum við að vísa ykkur hér inn í verkamannabústaðina, það sem er niðurgreitt lán vegna þess að það er stefna stjórnvalda að tryggja þeim sem eru með lágar tekjur öruggt húsnæði, af því að það er bara lykilatriði til þess að halda hér upp í siðuðu samfélagi. Við erum hægt að segja þetta. Við segjum við fólkið og við treystum ykkur ekki til þess að borga 350 svona afborganir, þótt að þið séu að gera það núna, vegna þess að eftir hrun þegar bankarnir fóru, þá erum við með varnir til þess að bankarnir lendi ekki í vandræðum. Þess vegna ætlum við að taka ykkur og senda ykkur aftur út á leigumarkaðinn, þar sem að 350 krónur eitthvað verða 400 krónur mjög fljótlega vegna þess að hækkunin er þar miklu meira, til þess að verja bankana. Og þið megi bara éta það sem að úti frýs þarna úti á óheftum leigumarkaði og það sem við ætlum að gera meira. Við ætlum ekki að hafa sömu vernd hjá leigjendum á almennum markaði eins og tíðkast í nágrannalöndunum. Nei, við ætlum að hafa enga vernd fyrir ykkur. Þannig að þeir sem að vilja græða á okkur geta grætt á okkur eins og þið vilja. Þeir maður hækka á okkur eins og þið vilja. Og þeir mega þannig að þið munið aldrei frjálstöðu strjúka, þeir munið gera samningar sem eru skammtíma samningar upp á 13 mánuði af því að það voru sett lögum að það mætti ekki hækka með vísitölu eða það væri 12 mánuðir, þannig að þú fær alltaf 13 mánuða samninga og þú og þín fjölskylda verða að flytja milli hverfa hér árlega og börnin ykkar munið skipta skóla, þau munið ekki ná að rótfestast í neinu hverfi, þau munið ekki eiga neinn dag þar sem þeir ekki bitin að afkomu kvíða út á þessu leigumarkaði. Þetta er stefnan sem við erum að reka hér vegna þess að við ætlum að venda bankana, við ætlum að venda braskarana en við ætlum ekki að venda ykkur af því þið, kannski er þetta bara ykkur afmennskun, þið getur bara sjálfum ykkur kennt. Þetta er stefna stjórnvalda. Já, og grípa þetta sem Smári er að segja þetta vegna þess að varðandi flutningstíðni leigjenda, það var verið að athuga þetta kom nú fram í nýjustu mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Tæplega helmingur leigjenda býst við að þurfa að flytja innan árs, finna sér nýtt heimili. Út af þessu sem við erum að segja. Hugsið ykkur að
Heilmingur leigjenda býst við að þurfa að býr við yfirvofandi húsnæðismissi. 50%. Í hvaða samfélagi finnum við svona tölu? Bara hvergi nokkuð staðar. Nei. Ég veit þetta sjálfur eigin reynslu hafa þurft að flytja, sko, ég á dóttur sem þegar hún var 5 ára gömul voru búin að búa á 4 stöðum. Og fólk sem býr í eigin húsnæði, það velur yfirleitt að flytja eða skipta húsnæði. Það milli 10 og 15% af þeir sem eiga húsnæði búast við því á næstu 1 til 3 árum munu þeir hugsanlega skipta húsnæði, en það þá af því þeir kjósa að gera það. Og vilja fara í betra húsnæði. Það algengast að leigjendur fari í verra húsnæði. Já, og leigjendur gera þetta nauðir. Þeir missa húsnæðið sitt. Þeir búa við yfirvofandi húsnæðismissi sem talin eitthvað mesta áfall sem fjölskylda verður fyrir. Við erum að tala þetta eitt mesta sálræna áfall sem fjölskylda getur orðið fyrir, það að missa heimili sitt nauðugt. Við erum að tala þetta nauðugur heimilismissir. Já, skelfilegt. 50% á næsta ári, hugsið ykkur. Það eru 44.000 heimili þarna úti. Heilmingur þeirra býr við yfirvofandi húsnæðismissi. Og það enginn að gera neitt í þessu. Það til einfalda leiðir til þess að slá þetta allt saman. Það að takmarka til þess uppkaup eignafólks á húsnæði. Þetta mjög einfalt. Þetta gert í fjölmörgum löndum í kringum okkur. Það að setja viðmiðunarverð fyrir húsaleigu sem gert víða. Og það verður að tala leigubremsu núna. Með takmarkað veðhæfni, núna það, við verðum farið yfir að Seðlabankinn setja þessar reglur. Það var engin vandi fyrir Seðlabankinn að setja reglur ef þú kaupa aðra eign, þá er þetta borgarna 100%. Noregi til dæmis hámars til dæmis veðhlutfall á eign nr. 2 30%. Það hámars veðhlutfall. Þetta til þess að koma í veg fyrir það að braskari sé að skuldsetja sig upp í topp og leggja svo allan að fjármagnskostnaðinn yfir á leigjendur. Sem verið að gera og hefur verið stundað núna í 10 ár. Ragnar, nú ert þú stjórnvaldið. Já, við erum við stjórn og erum við svona mikla drullu klessu. Já, en sem betur fyrir að þá nú tölur þekking og innsýn inn í þennan málaflokk til þess að átta sig á því hvað þarf og verður að gera til þess að ná utanum vandan bæði til skemmri og lengri tíma. Og núna með haustinu þá munum við koma með aðgerðir. Við sem hér sitjum vitum alveg að þú tekur ekki heila blokk eða hús bara út úr erminni. Þetta tekur tíma að koma þessu öll af stað. Sérstaklega þar sem að stór óbrotasvæði eru ekki komin mjög langt í skipulagi. Eins og við stefnum að til dæmis með Úlfarsárdalinn uppbygginguna þar. Það eru líka tækifæri með fleiri uppbyggingasvæði eins og Blikastaðalandið sem komið áleiðis. Vandinn hins vegar líka hjá sveitarfélögunum að þau hafa ekki vilja fara í að skipuleggja eða byggja ný hverfi út af miklum og háum kostnaði við innviði eins og grunnskóla, leikskóla og svo framvegis. Og alveg svo til dæmis gerist með hjúkrunarheimilin að þar var rauninni allt strand árum saman vegna kostnaðarþátttöku sveitarfélagana sem að ríkisstjórnin tekur síðan ákvörðunum, við bara tökum þennan kostnað og reynum að skera eða brjóta þennan flöskuháls. Og hvað gerist? Það eru gerist samningur eftir samningur, skóflustunga eftir skóflustungu og það bara verið að byggja hér fleiri hundru hjúkrunar rými á rauninni skemmri tíma heldur en bara síðasta áratuginn. Og þetta eitt af því sem við erum að skoða. Það annarkvort að búa til nauðsynlegan og nægilega mikinn hvata fyrir sveitarfélögin að fara af stað í að byggja ný hverfi. Annarkvort með einhvers konar skattalegum hvata varðandi innviðuppbyggingu eða bara hreinlega ríki komi bara að þessu með beinni hætti. Þetta bara einn af mörgum flöskuhálsum sem að verður að leysa ef við ætlum að komast eitthvað áfram. Annars verður þetta bara alltaf sama farið. Ríkisstjórnin kemur við væntanlega uppfærum húsnæðisstefnu stjórnvalda örugglega núna í mitt haustið. Það verður klárt.
og síðan munum við bara, þú veist, svo náttúrulega verið haldið áfram að reyna að fá sveitarfélögin til þess að skuldbinda sig í þeim húsnæðisáætlunum sem eru til staðar, sem eru ekkert slæmar áætlunar sem slíkar. En það er náttúrulega verið gagnslausar ef það er ekki farið eftir þeim. Og þetta myndi ég segja sé svona stóra máli núna, að það er að búa til þennan annarkvort tímabundin eða bara þennan hvata varandi þessa innviðuppbyggingu. Að því að þéttingin er sko ódýrust fyrir sveitafélagið. Það er ódýrust fyrir sveitafélagið að búa til lóð þar sem að allt er til staðar, vegir og íþróttafélög og skólar og lagnir og allt slíkt. En dýrast fyrir þann sem er að byggja og framkvæma. En þetta er eitthvað sem að verður að gera og það þarf að fara í og flýta rauninni allri uppbyggingu í þessum hverfum sem að bíða þess að fara af stað. Þá er ég að horfa á Ólafsdalinn, Keldnalandið og sérstaklega líka Blikastaði og þar er svolítið hektík og það eru kostnaðvinnu við uppbyggingu. Já, en sko, það eitt í þessu vegna þess að þessi uppbygginga áform tekur 5, 10, 15 ár. Þetta er svona horisontin til þess að ná ykkur jafnvægi. Þetta tekur langan tíma, þessi verkefni eru ekki komin á teikniborðið og það er svona 2 ára til 3 ára hönnunartími og hönnunarferla á þessu, undirbúningar, skipulagi, gera lóðubyggingar, hefa gatnagerð og þess að það verður að fara að byrja og setja svona 3 eða 4 ár. Svo tekur 2 ára framkvæmdatími, það erum við að tala kannski 5, 6 ár þangað til að fyrstu svona íbúðirnar eru innflutningshæfar úr þessum verkefnum. Á meðan hafa braskarnir fullkominn tangarhald á húsnæðismarkaðnum, sankað þessu húsnæði og leigið út á okurverði. Það er það sem við þurfum að bregðast við núna. Við getum ekki... Þetta bara viðmunarverð á húsaleigu. Þetta er mjög einfalt. Leiga hefur fengið að hækka hérna algjörlega óáreitt í 15-20 ár. Langt umfram hækkun á húsnæði, umfram hækkun á launum, sérstaklega leigjenda. Og það þarf að bregðast við þessu vegna þess að þetta er það sem er að viðhalda verðbólgunni. 50% af verðbólgunni undanfarin svona 6-7 árin er tilkomið vegna hárra húsaleigu. Þannig að þetta skadar allt samfélagið, þetta skadar alla sem er þarna úti. Þetta skadar alltaf leigjendur mest vegna þess að þeir þurfa að borga fyrir hækkað húsaleigu, en almenningur allur þarf svo að borga fyrir með hærri dagvörur sem er náttúrulega miklu minna hlutfall af mánaðartekjum heldur húsaleigan, skilurðu, þannig að en þetta skadar allt samfélagið. Kristrún Frostadóttir var að stæra sig af því að lækkun vaxtastigs 1,5% á þeim tíma sem að liðin frá því að ný ríkisstjórn tók við hafi sparað venjulegu heimilum 50.000 krónur. Þetta sparir ekki leigjendum 50.000 krónur. Lækkun vaxta hefur aldrei skilað sér til leigjenda. Nei. Þegar að vextir hafa lækkað, þá hefur húsaleiga hækkað stanslaust á meðan. Þetta gerist á árunum 2019 til 2021. Þá hækkaði húsaleiga upp á öllu valdi meðan að vextir lækkuðu. Þannig að það er ekkert þetta að segja þegar að vextir lækka þau munu hagur leigjenda vænkast því þvert á móti, hann versnar. Það er ekki hægt að segja ég með húsnæðismarkaðinn allan í höndunum á aðilum sem hugsa allir eins. Það er að græða sem mest á því húsnæði af þeim verkefnum sem er að byggja. Og segja svo, heyrðu, við ætlum að viðhalda þessu ástandi, en við ætlum svo svona aðeins að dýfa tánni inn í þetta með því að setja einu og eina svona félagslega íbúð með og segja eins og Gunnar Smári nefndi hérna á 2190 eftir það bil 175 ár, eitthvað svoleiðis, þá munum við kannski vera búin að ná í raskandi á þessu. Ætlum við að lifa við það? Við getum það ekki, við verðum að beita þeim verkefnum sem til. Svo lengi, ég get fullir það. Nei, ég meina bara ætlum við að bjóða samfélaginu upp á þetta. Það er búið að vera svo mörg loforð gegnum tíðina, slá á Airbnb vegna þess að ég veit það sjálfur að bara drastiska tillögur og aðgerðir á Airbnb-markaðnum munu hafa mjög jákvæð áhrif. Það búið að tala með þetta stanslaust og þetta var eitt af það sem núverandi ríkisstjórn talaði mikið í kosningabaráttunni og eftir kosningabaráttuna. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir í Reykjavík skráður Airbnb núna heldur en minnstakosti síðustu 5-6 árin. Þetta er staðan. Húsaleiga hækkar hefur eiginlega aldrei hækkað eins mikið eins og núna. Þrátt fyrir allt sem er búið að vera að lofa að tala um.
Það ekkert fara að breytast og það mun ekkert breytast með aukinu uppbyggingu sem mun taka 5 eða 6 ár að flytja inn í fyrstu íbúðirnar. Þetta svartnætti. Þetta algjör svartnætti og þeir sem að kaupa þetta húsnæði, það eru braskarar sem að skiptum eigendur á milli einhverja braskarar sem að leigja þetta út. Eða þá eins og Gunnar Smári segir, þurfa þess ekki einu sinni. Ég átti fund með viðskiptaráði sem við tölum að þeir sem að fjárfesta í svona nýjum íbúðum, þeir þurfa bara alls ekkert að leigja þetta út. Vegna þess að hækkun á húsnæði, hún hefur verið 30-40% svona hærri heldur en hækkun á úrvalsvístölu kaupallarinnar. Þannig að bara það að eiga steipuna miklu betra heldur en eiga hlutabréf. Þannig að verða að beita þessum verkfærum. Það svona viðmunum verða á leigumarkaðinn, það að stöðva Airbnb braskið, að það að gera þetta bara strax. Og það þýðir ekki að vera að segja við ætlum einhvern tímann að vera að koma með 10.000 íbúðir í Björgólfsadal hvenar og hvað þá að meðan? Áflöfnir sem er að verða að núti eru hræðileg. En þú þarftu þetta að hafa, þú veist, eins og ég hef alltaf horft á þetta og ég veit að við gerum í þessum framkvæmdahóp sem ég leiði varðandi húsnæðismálin, að þá þetta nokkrir fasar og það alveg rétt að þú veist það sem gerir til lengri tíma hefur sáralítil áhrif á stöðu fólks okkur í dag. Þess vegna þarf að hugsa þetta í einhverjum skrefum, bæði sem sagt hvaða verkefni við getum ráðist í núna og byrjað undirbúa. Það þarf að hugsa húsnæðismálin til meira heldur en 5 ára og meira heldur en 10 ára. Það þarf að hugsa húsnæðismálin til 30, 40, 50 ára og svo þarf að fara í þessar bráðaðgerðir sem að ég styð 100% og meðal annars reyndum að taka fyrsta skrefi núna í vor. En því máli var einfaldlega ekki hleypt í gegn gegnum þinglokasamninga og ég reikna með að verði svona eitt af fyrstu málunum í dagskrá núna í haust ásamt auðvitað fleiri aðgerðum. Og það eins og þetta blasir við mér að þá eru það bráðaaðgerðafasarnir. Samhliða því þá þurfum við þetta að hugsa hvað ætlum að byggja. Hverjir eru bráðaaðgerðirnar? Meðal annars þrengja að skammtímalegu. Það þarf að skoða til dæmis varðandi fjölda íbúða sem hver einstaklingur getur keypt. Nú í dag þetta þannig, ekki fylgjaði held ég skattafríðindi aðra á þriðju íbúð frekar heldur en einhverja kvaðir. Þetta þarf að fara í gegnum og sömuleiðis líka þarf bara að fara að skoða einhverja takmarkanir á þessar stjórnlausu hækkunum á húsaleigu. Og ég og Guðmundur höfum verið algjörlega sammála og samstíga í því gegnum árin. Síðan bara verður fróðlegt að sjá bara hvort það náist einhver sátt það að koma slíkum breytingum í gegnum þingi sem að hefur verið fjandanum erfiðar að hinga til og það þekki ég nú bara í vinnum minni í kringum kjarasamninga að alla breytingar hvað sem það sé verðtryggingin eða einhverja takmarkanir og hækkun og húsaleigu og svo framvegis. Þetta hefur verið óvinnandi vegur að þó svo þú náður að semja það hefur hingað til verið óvinnandi vegur að fá efndir því miður. En af hverju það? Já. Byrði ráðið þessu ekki? Það verður ríkið kallar ég að tala hingað til. Já, ég meina stjórnvöld þurfa að ráða löggjöfinni. Já. En Ragnar tók þátt í að gera samninga 2017 að því að þú meðal annars það að stjórnvöld myndu styrkja samtök leigjenda. Það ekki verið ennþá einn. Ekki ennþá einn. Og ég ætla aðeins að koma inn í það umræðu vegna þess að ég held að gott að almenningur átti sig á því. Það voru allir mjög ánægðir með það. Leigjendur það er innheimtraðum skattar. Leigusali hann leggur 11% leigusali sem einkaaðili, hann leggur 11% ofan á húsaleiguna sem þarf að borga ríkinu í formi skatta. Fyrirtæki með 22%. Með 50% afslætti. Þannig eru leigjendur látnir smyrja ríkissjóð innan. Og ef það er þannig, sem ég ekki alveg búin að fá svör við, að leigusalar geta notið kostnaða móti, þá þetta í alvörunni vörsluskattar. Og þannig verið að innheimta milljarða af leigjendum, af öllum þjóðfélagshópum, sem skattlagðir alveg sérstaklega umfram
alla aðra þjóðfélagsstofnanir. Og hvað viltu að leigutekjur séu undanþegnar fjármagnstekjuskatti? Já, þá, að minnsta kosti að sko, þessir fjármunir sem að leigjendur eiga upprunn sinni í launum leigjenda, að þeir verði þá notaðir 100% í að byggja hérna upp fyrir 10-15 milljarða á hverju einasta ári, beint í húsnæðisuppbyggingu og ekkert annað. Ekki smyrja ríkisauðinan og það er ekki hægt að kalla húsnæðisbætur einhverja bætur frá ríkinu meðan að leigjendur borga allan húsnæðisstuðningin sjálfur og meira til. Og svo eru leigjendarsamtökin, nota bene, einu almannaheilla-samtökin eða einu almannasamtök, hagsmunasamtök almennings sem fá ekki krónu frá ríkinu, ekki krónu. Samtökum Sameinuðu þjóðirnar fá tæplega 20 milljónir á ári. Veit eitthvað hvað þau gera? Og mörg fleiri svona samtök sem fá 20 milljóna ári frá ríkinu. En leigjendarsamtökin, ekki krónu. Samt eru leigjendur að borga hugsanlega milli 10 og 15 milljarða inn í ríkissjóð. Og svo er ekki að gera nokkuð hlut fyrir leigjendur. Og þá er allt gert til þess að drepa niður hagsmunabaráttu þeirra. Veistu, í hvaða dystopíu búum við eiginlega? Þetta er eins og síðan ekki lærdómur bara af síðustu áratugum í okkar heimsluta að það sem hefur gert samfélaginu okkur svona heilbrigðari er öflug samtök leigjenda, öflug neytendasamtök, öflug verkalýðshreyfing og annað slíkt. Það er horft fram hjá því. Það er horft fram hjá því að það sem að Ragnar er að glíma við er að mikill meirihluti flokka á Alþingi eru hlynnt því að markaðurinn eigi að stjórna húsnæðisuppbyggingu. Og það er þvert gegn sögunni í okkar heimsluta. Það er engin dæmi það að markaðurinn hafi leyst húsnæðisvanda kannski þess þriðjung sem hefur lægstu tekjurnar. Það er bara hefur hvergi verið skapað húsnæðisöryggi án þess inngrips ríkisins í húsnæðisuppbyggingu með beinum eða óbeinum hætti. Það sem er gott í dönsku húsnæðiskerfi var gert með lagabreitingum og bara beinum stuðningi stjórnvalda. Það var búin til sérstakur bankar til þess að lána inn í þetta kerfi svo að það veri verndað fyrir sveiflum á fjármagnsmörkuðum. Það sem að ríkið hefur stutt húskaupendur í Noregi til þess að halda uppi þar að háu hlutfalli þeirra sem að búa í eigin húsnæði eru stjarnfræðilegar upphæðir sem hafa verið varðar í til þess að búa til það öryggi í samfélaginu að fólk sem eru með svona, við verðum ekki að tala um að allra fátækustu eins og er hér sem er svona hugmyndum það að þeir sem hafa aðgang að félagslegu húsnæði séu kannski þau 4% sem hafa það allra verst. Heldur er þar kannski þriðjungur og allt upp í helmingurinn sem að nýtur öryggis sem hefur verið byggt upp af aðgerðu ríkisins. Hér er það litið á sem inngrip og viðskiptaráð kemst upp með það að vera með heilu kastljósstættina sína dellu hugmyndir að það sé einhvern veginn, það sé ósanngjarnt og siðlaust að það sé verið að búa til eitthvað öryggi fyrir þá sem hafa lægstu tekjurnar á húsnæðismarkaði. Og kvarta til ESA meðal annars, það var sendt út kæru til ESA varandi opinbera stuðning við óhagnadrifin félög. En við getum horft til Þýskalands, við getum horft til Austurríkis, við getum horft til Bretlands, þar sem að er einhver félagslegur húsnæðismarkaður sem að veldur því að þegar fólk með lága tekjur að það dúndrist ekki niður í fátækt og sé undirselt öðru fólki sem að vil græða á því. Að þetta hefur verið gert allstaðar í okkar heimsluta. En það er aldrei markaðri sem er gert það. En hérna lifum við bara með það að meiri hluti flokka á þingi bara bara fórnar leigjendum og altari mammons alla daga. Við búin að fara við erum þó allavega eins og ég segi við erum búin að vera kláruðu núna þennan 5 mánaða þingstöp erum að fara inn í fyrsta heila þingveturinn okkar ríkisstjórnin og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn á að þessi hópur sem að leiðir þetta verkefni kom með tillögur, ekki bara sem að einhverja tillögur heldur ríkisstjórnin sýni í verki raunverulega aðgerðir bæði til skemmri og lengri tíma núna með haustinu og það verið í algjörum forgangi hjá ríkisstjórninni að taka á þessari stöðu og húsnæðismarkaði. Telur þetta vera mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar? Ég hef alltaf talað húsnæðismálin vera mikilvægasta verkefni, ekki bara þessari ríkisstjórnar heldur bara allra ríkisstjórna. Þetta hefur verið mér mikið hjartans mál og
Já, og þetta svona eins og Ástríða Guðmundar leynir sér ekki þegar hann talar leigumarkaðinn. Að þá hef ég alltaf staðið með þeirra baráttu og hans baráttu og mun gera það áfram og nýjum vettvangi auðvitað. En það mun ekki standa á mér að reyna að keyra þau og þær hugmyndir áfram eftir fremsta megni. Já, við horfum vonaraugum til þín og Já, sama, ég ger það líka. Já, vona besta. Treysti Ragnari betur en öllum öðrum til þess að leiða þetta. Já, en staðan samt alveg ómöguleg. Hún hrikaleg. Já, Guðmundur Hrafn Arngrímsson og Ragnar Þór Ingólfsson, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og Gunnar Smári, það dæmist á okkur að sitja hérna á Glengur. Já, komum við eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, velkomin aftur. Við erum hérna bræðurnir, Sigurður Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna við tölum ekki mikið svona flokkapólitíkina. Nei, hérna heima. Nei, við gerum það ekki. Samt hún óvenju spennandi, sko. Nú, það ekki þing og svona. Ha? Það ekki þing. Hvað segirðu? Það ekki þing? Já, nei, en samt sko stjórnmálinu gangandi. Já. Sérstaklega kannski hjá ráðherrunum þremur að hérna Kristrúnu, Þorgerði og Daða verið svolítið fréttum. Já, þannig að það verið að undirbúa fjárlög og mikinn samdrátt sem ég held að verði svolítið högg fyrir fólk að sjá. Þegar ég segi þetta við hérna þá sem ég að spjalla þá finnst mér svo fólk að við vonum að ríkisstjórnin muni auka tekjur. Þannig að það tvennt sem við getum gert til þess að auka afgang ríkissjóðs. Það að skera niður útgjöld eða auka tekjur. Og mér finnst fólk svona horfa til ríkisstjórnar að mikil svona ríkisstjórnin nýtur mikil svona væntinga og stundum það í þannig ástandi að svona hver hugsa bara sitt og vonar að ríkisstjórnin gerir sitt en svo það bara kannski ólík sjónarmið sem að koma fram. Þannig að það verður svolítið úrslita stund svona einhver leyti þegar fjárlögin birtast. Já, það náttúrulega sko algjör kaflaskil. Fyrir ríkisstjórn fjalleið svo laðið sig, það komi ný og eðlilega ber fólk vonir til þess að hagur okkar batni og ef það þarf að leggja á aukna skatta einhvers þar, þá verður bara að gera það. Það verður náttúrulega, ríkisstjórnin verður að vilja það og það viðreisnar maður í fjármálaráðuneytinu og viðreisn með það bara, maður með það loforð fyrir kosningarnar að hækka ekki skatta. Þannig að ég bara hlustaði og það loforð. Já, mér finnst það ólíklegt að þau gerir það. Já. En Daði talar þannig og minnst ráðherrarnir líka að það verið að svara einhvern veginn í Seðlabankanum til þess að hann lækki vexti og þá þurfa að draga saman skila ríkissjóði með meiri afgangi. Það hægt að gera það með hærri sköttum en ég held að gera það ekki en þau ætla að skera niður.
Og fyrsta lagi þá ég ekkert viss að þau eigi að svara Seðlabankanum. Það sem hann með í þessari peningamálastefnu, hann með hann að kvarta yfir þenslu á vinnumarkaði, samt ekkert að það sjá neitt svona launaskrið, allavega ekki í tölum Hagstofunnar. Seðlabankinn ekkert heilagur, sko. Hann bara hluti af samfélaginu. Hann má ákveða þetta sjálfur. Já, ef að laun þannig þá kannski bara þarf að breyta þeim. Við verðum að gera eitthvað. Þú heyrðir Kolbrún satt í fyrri hlutanum og hún tók svolítið svona möntru sem að mér finnst hafa verið áberandi hjá stjórnmálamönnum að megi ekki gagnrýna Seðlabankann. Ragnar gerir það eins og sem var hann einn af fáum sem það eiginlega hann og flokksfélagans Sigurjón Þórðarsson sem hafa gagnrýnt peningamálastefnuna. En mér finnst aðrir ekki hafa gert það og ég meina Daði er fjármálaráðherra og Kristrún forsætisráðherra og þau gera það ekki. Þannig að þau ætla að bregðast við að því að vextirnir svona háir að þá verður við að skila meiri afgangi af ríkissjóði. Sem að kannski er það svona hugmynd Ásgeirs og þeirra í Seðlabankanum að það sé gott fyrir samfélagið. Það var eftir að segja að vera gott eða hér væri blússandi þensla eins og var hér, það er ekki svo langt síðan að var 5% pluss hagvöxtur en þá var ríkissjóður rekinn með halla sem að er náttúrulega bara tómt glabræði sem er eins og að keyra svona ferju sem að opna stefnið í ólgusjó með að hafa það opið. Það er eiginlega svona og bjó hér til náttúrulega ítt undir verðbólgu. Og þetta var lágastefnan sem að Ásgeir og Bjarni Benediktsson töldu sig vera komin með til Íslands til framtíðar. Og það og síðan kom náttúrulega COVID og svona ýmislegt sem þetta að gera en ríkissjóður var ekki með halla langt umfram þær aðgerðir allar. Það var undirliggjandi halli vegna þess að það var ekki samkomulag í ríkisstjórninu að hækka skatta og það var ekki heldur samkomulag að skera niður þannig að þá var ríkissjóður bara ekki með halla. Þá var 5% hagvöxtur. Núna er hann komin niður í 2%, það var engin í fyrra, það var samdráttur í fyrra. Þannig að af hverju ætti þá ríkissjóður að fara að skera niður opinbera þjónustu til þess að skila meiri afgangi, til þess að friða Seðlabanka sem augljóslega hefur enga stjórn á sinni peningastefnu, er að eyðileggja húsnæðismarkaðina og búa til stórkostlegt vandamál þannig að fólk kemst ekki í húsnæði. Þykist alltaf að vera að vinna með háum vöxtum á okkur verðbólgu sem er ekkert að lækka. Sem það er eins og var nefnt hér að það veri minnsta mál fyrir Seðlabankann að setja takmarkanir á kaup efnafólks á húsnæði sem er að kaupa húsnæði frá þeim sem áþurfa að halda munið ekkert að gera það, en hann gera það ekki. Finnst þér ríkisstjórnin ekki hafa staðið sér neitt sérstaklega á þessum tíma sem að liðin er? Nei, mér finnst það ekki. Hún nýtur mikils meðbyrs og þegar þú hefur mikinn meðbyr og að sumuleyti þá held ég hann að upplifa það. Meðan við höfum meðbyr þá verður það að nota hann. Og þannig leit þetta út að þau ætla að koma inn í til dæmis sumarið og þess vegna önsuðu ekki þessum málþófi. En á endanum þá var eiginlega innegnin bara notuð í því að koma veiðigjöldunum sem var tiltölulega lítil og ómerkileg aðgerð. En við vorum að tala eins og með vend til leigjenda, því var hent. Hugmyndir Ingu Sælands aðgerðir gagnvart öryrkjum, því var hent. Það var strandveiðimönnunum, þeim var hent. Þannig að sömuleyti þá gafst ríkisstjórnin upp þrátt fyrir alla sína innegn. Ef þú myndir horfa á þetta sem svona einhvern leik, þá vann stjórnarandstaðan sumarið, töpuðu orðstunni veiðigjöldin, en þau unnu stríðið, ríkisstjórnin náði einhver fram og það mun bíta hana eins og núna, eins og við erum að tala húsnæðismálin. Það verið betra fyrir ríkisstjórnin að hafa náð einhverju fram í sumar. Og ég talaði nú því að maður heyrði það hjá Ragnari, það var að vonast til þess að hans frumvarp, sem hann bindi vonið við, kæmu inn á haustmánuðum og verði kannski samþykkt fyrir jól og það sama heyrir stundu þegar við varum að tala við svona fólk í kringum stjórnina. Það var allir vonum að þeirra frumvarp fái þessa meðferð. Miðað við sumarið þá er það kannski eitt mál sem ríkisstjórnin mun ná í gegn með þessum hætti. Ekki nema hún ætli bara að mæta stjórnarandstöðunni og horfa svo á að við höfum innegnina meðal þjóðarinnar sem guðslifandi fegin að vera laus við ykkur úr ríkisstjórninni
og innegnin byggist meðal annars á væntingum að við náum að breyta samfélaginu og við erum hérna með þetta mál og þetta mál og þetta mál og þetta mál og þetta mál sem við ætlum að breyta. Ég hræddur að það verði ekki. Ég hræddur að það sem þegar fjárlögin koma fram að þá mun verða klappað, það verður viðskiptaráð sem klappar, það verður samtök atvinnulífsins sem klappar, það verður Morgunblaðið kannski sem klappar, svona kannski fílusupp. Ég meina, þú sást að þegar viðskiptaráð var að gefa ráðherranum einhvern, gaf Daða til þess mjög góð einhvern. Af því hann náttúrulega að reka bara sömu stefnu og hefur verið rekinn áður. Þannig að þó að sé verið að skipta fólk og að það var gaman að sjá þessar 3 konur þarna. Ég held að 80% af þjóðinni er rosa fegin að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki við völd. Og ég nefndi það í einhverju spjalli sambandi við mælingar á ánægju með forsetann öllu. Og þá var verið að vísa til Guðna sem að sveif mjög hátt. Þá pröfa ég að segja það að Guðni sveif hátt á sömu leyti vegna þess að fólk var svo rosalega fegið að Ólafur Ragnar var hættur sem að var svona 25% af þjóðinni átti mjög erfitt með Ólaf og var aldrei nema helmingurinn sem að kannski studdan. Og þess vegna sveif hann svona hátt og sömu leyti það ástandi sem í ríkisstjórninni. Það svif ríkisstjórnarinnar gjöf frá Sjálfstæðisflokknum. En hún að nota það? Finnst þið það? Finnst þú að vera að nota það í Gaza? Finnst þið að nota í húsnæðismálum? Ég alveg samanlega þér með það. Þó að við séum lítil rödd þá hefur láta hann heyrast. Og það finnst mér mætti vera kröftugur að. Þær eru að vinna í því, ég held að við verðum að segja það. Þær eru að vinna í einhverjum hópum þessara utanríkisráðherra og þessara vinna. Já, skilis af ykkur, ekki að þessu vissinni. Það er bara þannig, bara ákveðin. Við höfum unnið þannig umhverju okkar starfsæfi. Þú getur ekki geymt málin og bara vinna áfram. En svo held ég að ríkisstjórnin nýtur þess mjög hvað stjórnarandstaðan er slæm. Það er engin afgerandi þar. Sigmundur Davíð er svona afgerandi þegar hann talar, hann bara gerir alltaf lítið að því. Hann virðist ekki vera að skora samkvæmt könnunum til dæmis. Hann virðist ekki vera að skora samkvæmt könnunum. Og svo náttúrulega Framsóknin svo hún er útlegin, þetta er bara alveg ævintýralegt að skulle ekki vera búið að boða til landsfundar hjá þeim, Flokksþings eins og heitir held ég. Og Sjálfstæðisflokkurinn, þau formann og varaformann ætla bara ekki að ná þessu. Nei, ég veit ekki með Framsókn, það er ekki Framsókn bara, stundum það sagt svona hef ég eitthvað samtal inn í hópinn. Þú veist, ef þú myndir bara mæta núna á landsfund og þá því, heldur að Sigurður myndi bjóða þessu fram? Sko, við höfum spurt að þessu hér og í vor þá var nú tengdadóttir hans hérna, sem ég vissi ekki að veri tengdadóttir hans, að hún sagði að hann væri búin að fara allt og tala við Framsóknarmenn hér og þar og þetta liti allt ágætlega út, sko. Það segja allir sem er í vanda. Ég var að tala um grasrótina. Guðrún Hafstein segir þetta líka, ég held að Svandi segir þetta. Það segja allir sem er í vanda segja að þeir sé alltaf að tala um grasrótina. Já, en það séur ekki skila sér ennþá, sjáðu. Nei. Það er bara þannig. Nei, en segjum að væri landsfundur eða flokksþing eða hvað þið kallaði það í Framsókn. Heldur að Sigurður Ingi myndi bjóða þessu fram? Já. Og heldur að hver myndi bjóða þessu fram á mótunum? Lilja. Og fleiri? Þá er möguleiki á að Sigurður vinni. Já, ef það verður fleiri en tveir, fleiri en eitt sem býður sér fram á mótunum. Já. Nei, Hallar Hund, ég veit ekki, kannski er hún ofmikil utanakomandi til þess að verða, en hún er náttúrulega miklu svona ferskari andi heldur en Lilja. Ingibjörg Ísaksen er búin að vera þingflokksformaður frá því hún settist á þing og þar leið er hún svona. Ja, það er bara stöðuvald, þú getur sagt að hún er búin að vera þingflokksformaður en hún hefur ekkert sýnt að hún hafi eitthvað svona mikinn kjörþokka eða geti snúi við dræmu gengi flokksins. Ég held að af þessu sem ég er búin að telja upp þá er það Hallar Hund sem hefur mesta möguleikana. En það má vel vera að hún sé svo mikinn utan að koma til manneskja, það sé svo mikil breyting. Og síðast að Framsóknarflokkur reyndi það var þegar þeir sóttu Sigmund Davíð. Já, hann var ekki eins og í flokknum. Nei.
eins og Halla Rund var ekkert í flokknum bara korteri fyrir kosningar. Nei. Og reyndi, ef að myndu spyrja þig sem Framsóknarmann, ef þú verður Framsóknarmaður, reyndist það okkur vel, Framsóknarmönnum, að vera að draga Sigmund Davíð, nei, það klauf flokkinn á endanum. Já, en náttúrulega vinterismáli sem fór með hann, sko. Annars væri hann kannski bara ennþá formaður Framsóknarflokksins. Þannig að þegar hann varð að segja að hvíla sig á þingmennsku, taka sér frí í langa tíma í því máli og þá myndaðist innan þingflokksins, og þetta veit ég, svona andstaða við hann sem hafði ekki verið áður. Sömum þar fannst erfitt að kíkja þessu vinterismáli. Já. En að einhver leyti gæti það verið þannig að þá er þetta þessi stóri þingflokkur kom í kosningu 2013 og þá er það hann sem vann kosningasigurinn eða EFTA dómstóllinn sem var kveðin upp, ég held að það verið 5 vikur fyrir kosningar sem var túlkaðu svona í almennu umræðu að Sigmundur Davíð eftir rétt fyrir sér og hann fór og fekk jafnt mikið fylgi á Sjálfstæðisflokkurinn, jafnt marga þingmenn og náði að verða forsætisráðherra. Í slíku ástandi þá fylgja allir foringjanum. Þá er bara hann aflar, þetta er eins og fræg setning á Jóni Baldvin þegar skipstjórinn aflar. En það var ekki að eilífu og það myndi þess ekki vara að eilífu inn í samfélgíkunni. Kristrún mun lenda í vanda á endanum, þannig að þetta verður ekki bara happy-go-lucky endalaust. Og vintris var breytingi sem var hjá Sigmundi. Það hefði getað verið hvað sem var, ég meina fylgi í skoðanakönnunum og hvert Framsóknarflokkur var að stefna var ekki gott. Hann forsætisráðherra tíð hans jók ekki fylgi við flokkin eða traust á honum, bara alls ekki. Þannig á endan þá hefði kannski þessi skil orðið og þá verður allt öðruvísi að ef foringinn er ekki að skila okkur eins og þess Kristrún hefur alræðisvaldinn í samfélgíkunum núna en ef það væri verri gangur og annað slíkt að þá hefðu það ekkert og þá verða til flokkadrættir inn í þingflokknum og eitthvað svoleiðis. Og þá er það spurningin, var kannski það að Sigmundur kemur svona utanaðkomandi og ætlar að breyta raunverulega alveg karakter Framsóknarflokksins og reynir það, eins og sést á miðflokknum, að miðflokkurinn er ekki svona hefðbundin Framsóknarflokkur, bara langt í frá, miklu meira til hægri, miklu meiri svona atvinnurekandaflokkur og bara allt annað dýr heldur en Framsóknarflokkurinn láða inni í sögu Framsóknarflokksins að þessi átök myndu verða þessi slit vegna þess að hann var sóttur út. Sko, Sigmundur Davíð, hann er kosinn á svo fræga flokksþingi þegar vilja bara ganga inn í Evrópu. 2 ára síðar, alveg þvert og það. Þannig að hann er kosinn og hann snýr flokknum alveg hart í stjórn og siglir bara hináttina. Vegna þess að hann er árangri. Já, því að hann hafði svo sterkar stöðu sem formaður. Þá skiptir ég lengur máli hvað þú segir, bara ef þú skilar árangri, ef þú skilar atkvæðum. Það fylgja allir. Men það er bara, svona stjórnmáli. Stjórnmáli geta verið eiginlega alheimsk. Það svona, ég stundu verið að segja þetta, náttúrulega kannski ég nota það, svona vinsælu krakkaklíkur. Það sem að, þú veist, hópurinn bara fer einhvern veginn og hangir svolítið á því að fá að vera við vinsælu krakkaborðið einhvern veginn. Og þess vegna verða allir að vera svo mikið sammála til þess að vera þar. Þú mátt eiginlega ekki andmæla neinu og þá ertu komin einhvern veginn utanveltu. Verður eins og Pétur Blöndal í Sjálfstæðisflokknum, bara eitthvað svona skringilegt. Þú veist, þeir sem að ekki beygja sig undir það, sem talar um svona mann sem var aldrei í vinsælu krakkaklíkunni. En þannig svona eru stjórnmálin oft. Það bara eins og samfélkingin er bara okkur svakalegri ferð eitthvað, menn það veit eiginlega engin almennilega hvert þau eru að fara eða hvernig þau eru að nýta hennar meðbyr eða þú veist að Kristrún hætti að tala eitthvað ræturnar og eitthvað svona eins og hún talaði svolítið þegar hún var að sækja vinnuna. Þannig að nú talar hún bara eins og stundum finnst mér hún bara að tala eins og Katrín Jakobsdóttir. Á morgun skulum við senda beiðni til forsætisráðuneytisins að Kristrún kom hingað eftir viku. Já, við skulum og ég held að segja líka því að nú er þingið að byrja og það byrjar í næsta mánuði, snemmi í næsta mánuði.
Þannig að kannski komin tíminn til þess að senda á bara alla formennina og taka svona stöðuna. Það er gaman að fá Sigurð Inga og Guðrún Hafsteins og Sigmund Davíð. Við höfum nú oft sendt á Sigmund Davíð, hann har aldrei svarað. Nei. Hann er einn af þeim sem að Hann svaraði mér alltaf þegar ég var á annan þátt á öðrum stað. Á Bylgjunni. Hann kannski lítur á það sem meira sinn heimavöld svona. Bylgjan er nú svona sérstaklega bítið finnst mér vera alltaf svolítið hægra megin í lífinu. Já. Ég mótmæli því að Byrgisvættur vera það. Það er náttúrulega meira, Bylgjan heyrist víðar heldur en litla stöðin okkar, þótt að hún heyrist mjög víða. Það er ótrúlega margir sem eru að hlusta hér. Á okkur? Já, við verðum við það bara hvað sem við komum. Já, en svo er aðrir flokkar annað. Það er Þorgerður Katrín sem stendur í stórræðum í utanríkismálum. Það verður gaman að heyra í henni og Inga Sæland kom nú fyrir til dæmis stuttu síðan. Og var í stuði. Var í ótrúlegu stuði Það var mjög gaman að fá hana. Það var eitthvað skemmtilegsta viðtal sem við tekið í langa tíma. Já, og hún var bjartsýn. Við ætlum kannski að spila það fyrir... Bíðið þið bara, strákar. Já. Það væri eiginlega tilefni til þess að spila brot úr þegar í viðtali og fá hana aftur. Því að hún var að segja okkur í haust verður allt saman eiginlega komið langleiðina en hennar mál voru samin niður. Strandveiðarnar, húsnæðismálin, öryrkjar. Það var bara rifið í handbremsuna og út með þetta. Þingið umræðunar var stoppaðar. Þá var ekki friður til að fara að vinna í einhverjum öðrum málum. Sko. Það var ekkert samkomulag. En mér finnst að Viðreisn fékk þó veiðigjöldin sem að þeir voru reyndar og fékk svona fjármálaáætlunina og fékk sín mál. Eitthvað sem varð að vera Samfylkingin er með voða að fá mál. Það er eitt sem orkumálaráðherrann sem er víst umhverfisráðherra líka. Hann náði ekki einu fram þarna sem átti að vera svona hálfskref, bara smá skref í áttina af einhverju svona tryggja almenningi orkuöryggi eftir þessa markasvæðingu sem hann stendur svolítið mikið fyrir, að bara markasvæða orkukerfið, en það var frumvarp sem hann var til þess að draga aðeins úr því. Ég man ekki hvað allir Logi sig ekki með námslánin. Ég veit ekki. Það fór ekki í gegn. Í hvað ráðuneytið Logi er hann ráðherra? Hvað er hann? Hann var að lýsa yfir að hann ætlaði að byggja við Þjóðleikhúsið. Sem er ekki alveg kannski rétt orðalag því það var að byggja hann í gatinu sem er við hliðina á kassanum. Það er svona gat í húsaröðinni frá stjórnarráðinu. Og að íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar. Jóns Þorsteinssonar. Það á að byggja. Það er Pavel, mér finnst hann góður daginn, hann er Pavel er svolítið sérstakur á Facebook, hann er náttúrulega sérstakur karakter hann Pavel, hann er svolítið skemmtilegur. Það tók mynd af sér fyrir utan bílastæðahús á horninu á Vesturgötu og Garðarstræti. Hann var reyndar inn í Grjótaþorpinu og var að segja að svona myndi ekki vera gert í dag að fórna fermetrum ofanjarðar fyrir bíla og tók svo dæmi af húsinu sem eru á móti Þjóðleikhúsinu sem ég bý þarna í nágrinu og ég horfi alltaf á það og segja það hlýtur einn daginn, þetta hlýtur að vera rifið eða bara breytt í eitthvað skemmtilegra heldur en það í þessu húsi á frábæru stað. Hverfisgötuna, Skáhalda á móti Þjóðleikhúsinu og fallegum garði sem er þarna á móti. Að þetta skulle vera bílastæðahús. Þarna hefði verið að koma fyrir 2 sölum fyrir Þjóðleikhúsið í staðin fyrir að skjóta þarna inn í gatið. En Logi fekk ekki, ég held að námslánin séu í honum. Jón Páll fekk ekki orkuna en þetta er náttúrulega, við fórum svolítið yfir þetta í þinglok, þetta var náttúrulega ótrúlegu listi af málum sem voru bara komin langt í gegnum nefndir og áttu bara eftir að afgreiða sem var bara sópa saman og hent og ef að ríkisstjórnin ætlar að halda ykkur í dampi þá verður að vera með mjög herskátt plan hvernig það ætla að afgreiða mál á haustingi. Mjög svo. Það voru gaman að við skulum senda á alla formennina og aðtók hvort að við getum tekið eina sirpu. Já, það er gaman að tala bæði pólitíkin almennt við formenn í stjórnmálaflokkum en líka svolítið innri mál flokkana eins og í Sjálfstæðisflokknum að það geti ekki verið almenni flokksmenn sem ánægði með stöðu flokksins eins og mælist í könnunum. Það getur ekki verið. 80%.
Hefði ég sagt þetta við þið fyrir hvað bara 4 árum eða eitthvað? Þú veist, það ekki svo langt síðan að sko Sjálfstæðisflokkurinn meldist í fyrsta skipti undir 20. Undir 20? Já, það ekki svo langt síðan. Nei. Það ekki bara núna. En núna bara kennst hann ekki yfir 20, sko. Já. Og einhver liti getið árið þannig að þegar hann fer niður fyrir 15, hann gerði það reyndar í aðdraganda kosningana. Manstu að það var eiginlega ótrúlegt að sjá það hversu langt Sjálfstæðisflokkurinn virtist fara niður. Já. Ég fór hann ekki alveg niður í 12% í svona október. Það hefur verið eitthvað skrítið. Já, það var bara, þá var miðflokkurinn á flugi og svo kom í ljós svona, þegar kannski voru 3 vikur til kosninga, að Sigmundur Davíð hann getur ekki haldið einhverju 80% fylgi að bara... Nei, þegar voru ég þetta nautahakið. Hann tapaði svolítið á því. Hann skrítinn í hegðun, en hann líka svona hans bara pólitík og hvernig hann er. Hann Eiríkur Bergmann notar oft svona áskorendað flokkar. Hann svo mikill áskorandi að ég held að þegar það fer að líða kosningum þá hugsa menn, já, bara fínt að hafa hann í stjórnarandstöðu eða eitthvað svoleiðis. En hann getur ekki verið eitthvað sem að leiðir hér. Sigmundur Davíð mun ekki mynda ríkisstjórn aftur. Nei. Heldurðu það? Nei, ég held ekki. Nei. Og maður finnur það alveg að hvað hann nýtur lítils traust hjá öðru fólki á þinginu. Já. Og svo hann skrópagemlingur, hann mætir í leifinina. Já. Ekki gott. Ég veit. En ég var að fara... Já, við skulum segja þetta gott. Takk fyrir spjallið og við þakkum gestunum sem hafa hingað komið. Við þakka Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út, en mest þakka ykkur sem hafið verið að hlusta eða horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á eins og ég ger ofta þegar við byggt upp dreifikerfið bara með að segja vinum á vandamunum fá efni sem er hér og ykkur líkar. Það verður mjög gaman að þau myndu dreifa efnin okkar á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum svo fleiri getur séð. Þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube og í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Sínir Egils eru með sér rás en þeir þætti fara líka hjá þeim sem hafa merkt við Samstöðuna. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilaran. Spilari.is er á netinu, svo er Spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlust á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni. Við erum að leiðinni í kabalkerfið á Suðurnesjum. Við segjum ykkur frá því þegar það gerist og kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptarnir líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan á þess ring, samfélagsumræða í þessu þætti, í Rauðaborðið og öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem drífur Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að leggur okkur lið. Grunn áskriftin er 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Fólk má borga meira eða vill og þeir sem kjósið getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagi og það er Alþýðufélagi sem á og rekur Samstöðuna. Ef þú vilt slást í þennan hóp velunarnara og bakkjarla Samstöðunar þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hneppustur sem ástendur áskrift og framhaldi á að liggja í augum uppi. Við verðum hérna næst með fréttir. Við erum að gera tilraunir með að hafa frétta útsendingar á mánudags til 50-kvöldum. Byrjum alltaf klokkan 8, þannig að við hittust á klokkan 8 á morgun með frétti Samstöðunar. En ég segi bara njótið þess sem eftir er af helginni. Takk fyrir mig.